Góðan daginn. Komið öll sæl og verið velkomin á þennan þriðja fund samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Fundirnir eru haldnir undir yfirskriftinni Samtal sjávarútveg. Ég heiti Þórlindur Kjartansson og er fundastjóri. Við byrjuðum þessa fundaröð fyrir 2 vikum á fundi sem fjallaði gagnsæi í sjávarútvegi og í síðustu viku hittust við og töluðum umhverfismál. 4. og síðasti fundurinn verður haldinn næsta miðvikudag. Á þeim fundi verður fjallað nýsköpun og sjávarútveg. En í dag er umræðuefnið hvernig skilar sjávarútvegur mestum ábata til samfélagsins. Mér finnst rétt að nefna að við skipulagningu á þessum fundi hefur að sjálfsögðu verið rætt ástandið í tengslum við COVID-19 og eins og flestir landsmenn höfum við fylgst með tilmælum og fyrirmælum þeirra sem best þekkja og bera ábyrgð á því vandasama hlutverki og verkefni að lágmarka skaðann af ástandinu og sá skaði snýr bæði að veikindunum sjálfum og raski á daglegu lífi og skilaboðin hafa hingað til verið þau að menn skyldu halda ró sinni og halda sínu striki nema þeir fái tilmæli annað. Og hér í salnum höfum við komið upp aðstöðu til að spritta hendur og við breyttum afhendingu á matnum og hér heilsast fólk með mildilegu brosi og ég hitti sjávarútvegsráðherra áðan og hann sparkaði í mig. Þannig að fólk finnur upp á ýmsu og við höfum að sjálfsögðu líka lagt mikla áherslu á það að tryggja það að þeir sem ekki koma, annaðhvort komast ekki eða eru viðkvæmir fyrir geti fylgst með fundunum. Þeir eru í beinni útsendingu á YouTube-rás SFS og við erum með netfang samtal@sfs.is fyrir þá sem vilja senda hugmyndir og vangaveltur sem tengjast efninu. Og við kunnum samstarfsfólki okkar í Exton sérstaklega þakkir fyrir að standa faglega þessari útsendingu. Ég ætla ekki að gerast kannski svo djarfur að vera með einhverjar læknisfræðilegar ráðleggingar. Það eru margir sem eru orðnir sérfræðingar í smitsjúkdómum og faraldsfræðum. En ég rakst á áhugaverða grein daginn í tímaritinu Sögu eftir Viggo Ásgeirsson. Hann var að fjalla spænsku veikina og sagði eftirfarandi: Ýmsir höfðu mikla trú á lækningamætti áfengis og til eru sögur af mönnum sem voru meira eða minna ölvaðir allan þann tíma sem spænska veikin gekk yfir. Segir Magnús Magnússon sem þá bjó í Reykjavík frá 2 kunnum borgurum sem voru alltaf með koníaksflösku við höndina í veikinni. Héldu þeir sér alltaf við á koníakinu og hvorugur þeirra veiktist. Mér skilst reyndar að læknisfræði nútímans frábiði sér svona hugmyndafræði en ég ætla samt að halda þessu á lofti gagnvart SFS fyrir næsta fund. En við erum sem sagt komin hérna til að ræða þetta mál. Hvernig sjávarútvegurinn skilar mestum ábata til samfélagsins. Orðalagið á yfirskrift fundarins var lengi í mótun. Sjávarútvegurinn skilar auðvitað tekjum og arði og útflutningsgjaldeyri og þar fram eftir götunum, en þegar við tölum hlutverk sjávarútvegs á Íslandi þá ekki fullnægjandi að nota slík hagfræðileg hugtök. Hugtakið ábati eflaust ekki fullkomið heldur en nær kannski aðeins betur yfir það sem við erum að hugsa. Því að sjávarútvegurinn ekki bara fjárhagsleg undirstaða í samfélaginu, heldur líka byggðarleg og menningarleg. Það ekki bara þeir sem vinna beint við greinina sem finna fyrir því hvernig gengur heldur heilu samfélögin og þjóðin öll. Og ég man eftir því að hafa sjálfur varið miklum tíma og átti miklum rökræðum við marga vini mína í gegnum árin kvótakerfið, auðlindarentu, uppboðsleiðina, framsal og fleira og fleira. Og þetta voru oft háfleg samtöl og oft notuðu við einmitt koníak til að aðstoða okkur við þau samtöl. En það var langt frá því að við næðum almennilegri niðurstöðu og við gátum talað þetta lengi og
Og eitt gátum við þó verið allir átt sameiginlegt, þessir miklu áhugamenn sjávarútveg að enginn okkar hafði nokkuð tíma farið á sjó, nema hvað ég hafði nokkuð oft farið milli lands og eyja með Herjólfi. En eftir því sem árin hafa liðið hefur mér fundist reyndar að þessi umræða, og það vanti stundum í þessa umræðu, skilningin á því hversu mikið hugvit, þekking, dómgreind, tengsl og fjármagn þarf til að gera þessa auðlind okkar að raunverulegum verðmætum. En það er eðlilegt að það sé deilt það, hverjum beri hvað þegar að þessari auðlind og afrakstri hennar skipt. Hvað er eðlilegt að fjármagnið fái til sín, útgerðin, hvað á að falla í hlut sjómanna, hvað er eðlilegt að greiða fyrir verðmætaaukningu sem verður í vinnslu, sölu og markaðssetningu. Hversu mikið eiga samfélögin í kringum landið að njóta afraksturs auðlindana, hversu mikið á að fara í ríkissjóð og hverjir eiga að ráða þessu öllu. Skiptir máli að byggja upp arðbæran atvinnurekstur sem sjálfbær út frá náttúrunni. Myndi einhver vilja bera ábyrgð á þeirri ákvörðun að færa kerfið aftur 30 ár og láta reyna á það hvaða áhrif slíkt hefði á fjárhagslega afkomu þjóðarinnar, umhverfið og byggðina í landinu? Eða er eftir við til einhverja miklu betri og hagkvæmari leiðir? Þetta eru stóra spurningar. SFS hefur beðið frummælendur á þessum fundum að fjalla málefni fundana út frá sínu eigin sjónarhorni og beita sérþekkingu sinni og hugmyndaauki til að setja fram hugmyndir og vangaveltur og það verður nýtt til stefnumótunar og umhugsunar í framhaldinu. Og ég veit að forsvarsfólk samtaka fyrirtækja sjávarútvegi frummælendum afar þakklátt fyrir þeirra framlag og ykkur öllum sem hafi komið og lagt málunum lið með því að mæta á fundin eða fylgjast með þeim. Við höfum takmarkaðan tíma, það er takmörkuð auðlind fyrir okkur og við ætlum að nýta þessa takmörkuðu auðlind eins vel og hægt er. Hér eru 3 frummælendur sem hver á sinn hátt hefur dýrmæta innsýn sem gagnleg fyrir umræðuefnið. 4. frummælendin, Svanfríður Jónasdóttir, veðurteppt. Hún lagði mikið á sig bæði í dag og í gær til að komast á fundin, en í gær brást flugið og í dag brást ferðin á veginum milli Dalvíkur og Akureyrar. Hún biður fyrir bestu kveðjum. Þannig að á fundinum tala hér fyrst Ásdís Kristjánsdóttir, hagfræðingur Samtaka atvinnulífsins, svo Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis og 3. framsögumaðurinn Sveinn Agnarsson, prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Þegar að framsögunum lokið, þá hefjast pallborðsumræður sem Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, tekur þátt í. En við byrjum á framsögunum úr þessu fallega púlti sem við fengum lánað frá nágrönnum okkar hér í Sjómannasafninu og kunnum þeim bestu þakkir fyrir. Og ég býð þá Ásdísi Kristjánsdóttur að gjöra svo vel. Hvernig íti á? Já, komið sæl og kærar þakkir fyrir að bjóða mér að taka þátt hér í dag. Ég ætla svolítið að horfa á þetta út frá útflutningsgreinunum í heild og hvernig útflutningsgreinanar að skila sem mestum eða geta skilið sem mestum ábata til samfélagsins. Og ég geri fastlega ráð fyrir því að sessunauta mínum muni kannski vera meira að tala þetta út frá sjávarútvegi, en þó muni ég líka snert á því. En það má með sanni segja að við erum auðvitað lítið hagkerfi í hinum stóra heimi og hér hef ég sett fram, þið sjáu litli punkturinn hérna í horninu landsframleiðslan á Íslandi og hlutfallslega erum við auðvitað mjög smá í hinum stóra samhengi. Hvort sem við horfum til Norðurlandana, ESB, OECD-ríkin eða heiminum öllum, þá erum við auðvitað með agnarsmátt hagkerfi. En bara að horfa á þessa mynd, þá endurspeglar það mikilvægi þess hversu miklu máli að það skiptir fyrir okkur litla samfélag að vera með sterkar og öflugar útflutningsgreinar. Útflutningsgreinar sem að sækja inn á stærri markaði. Þannig tekst okkur að auka verðmætasköpun í hagkerfinu, bæta lífskjör okkar, hagvöxt, fjölga störfum og svo framvegis. En það sem við getum hins vegar verið kannski nokkuð ánægð með að okkur hefur gengið vel
að bæta lífskjör okkar. Og ef við horfum þetta út frá landsframleiðslu á mann, sem svona eins konar mælikvarði á lífsgæði, að þá stöndum við mjög framalega í alþjóðlegum samanburði. Hvort sem við horfum til Norðurlanda, ESB, OECD eða heiminum öllum. Þarna erum við í fremstu röð. Og við getum sannarlega verið sátt með það hvar við erum stödd og hvernig okkur hefur tekist að bæta lífskjör okkar á undanförnum árum og áratugum. En lífsgæði okkar auðvitað í grunninn byggð á sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og það á við sjávarútveginn, orkuna og ferðaþjónustuna sem eru auðvitað megin stoðir okkar í megin útflutningsgreinar okkar. Og við þurfum að hafa sterkar og öflugar útflutningsgreinar þannig að við getum flutt inn verðmæti sem eru kannski svona, má segja, til daglegra neyslu. Við erum til dæmis stöndum ekki framalega í bílaframleiðslu sem dæmi. Þannig að við þurfum að hafa sterkar útflutningsgreinar sem eru framalega á svínusviði þannig að við höfum það svigrúm sem til þarf til að flytja inn aðrar neysluvörur. En þá skiptir auðvitað máli að við stöndum vörð samkeppnishæfni þjóðarbúsins. Og samkeppnishæfni eitthvað sem við þurfum að ræða oftar. Og samkeppnishæfni, þegar við metum samkeppnishæfni, þá snýr þetta ekki bara því hvernig krónan að þróast eða hvernig vextin að þróast. Heldur skiptir líka máli hvers konar skattkerfi búum við. Erum við með samkeppnishæft og sanngjarnt skattkerfi? Hvernig er regluverkið á landinu? Þetta einfalt regluverk, skilvirkt regluverk? Kaup og kjör skipta sannarlega líka máli. Við þurfum að horfa á eins og þegar staðið að kjarasamningum eða verið að semja kaup og kjör, þá þurfum við auðvitað að horfa á undirliggjandi verðmætasköpun í hagkerfinu. Stendur atvinnulífið undir þeim kröfum sem ætlast til? Erum við að skapa næg verðmæti til að standa skil eða til að standa undir þeim launahækkunum sem verið að semja Og þá skiptir auðvitað líka máli aðgengi að mörkuðum. Og þarna auðvitað landfræðileg staða okkar sem við getum auðvitað ekki breytt, flutningskostnaðurinn hár. En samt sem áður hefur þetta auðvitað líka áhrif á samkeppnishæfni útflutningsgreina. Og svo þetta aðrir þættir, eins og sjálfbærni auðlinda, umhverfismál og svo framvegis sem verið einmitt að taka, sem til umræðu á fundum hér hjá SFS. En ef við horfum þetta út frá sjávarútvegi og bara útflutningsgreinunum í heild, þá skiptir auðvitað máli að þegar við erum með svona sterkar og öflugar útflutningsgreinar, að þá erum við leið að skapa ákveðin stöðuleika. Horfum bara á myndin í dag. Það ríkir mikil óvissa vegna COVID-veirunar. En samt sem áður við að sjá ákveðið jafnvægi og greiðslujöfnuði. Við höfum verið að skila viðskipta afgangi. Undirstöðunar eru sterkar. Ef við værum ekki með sterkar og öflugar útflutningsgreinar, þá væri staðan allt önnur í dag eftir allt sem á hefur gengið. Þá skiptir líka máli hvernig við horfum þetta út frá magni og hvernig við náum að hámarka virði auðlindarinnar. Og svo síðast en ekki síst, þá skiptir máli að sjávarútvegurinn hefur auðvitað góða sögu að segja. En ef við horfum þetta aðeins út frá stöðuleika og bættu lífskjörum, svona svolítið mikið fiff hérna í glærunum mínum, afsakið, en þá finnst mér skipta svolítið, þá held ég að sé alveg áhugavert að bera saman á tímamótum sem þessum síðustu uppsveiflu sem við vorum að upplifa á öðrum áratug þessarar aldar, sem hófst á 2011 og lauk nú formlega árinu 2019. Við höfum verið upplifa samfellt hagvaxtarskeið, en það var líka hagvaxtarskeið hér á fyrsta áratug þessarar aldar. En þetta eru gjörólíkar hagsveiflur eða uppsveiflur eða svo má segja. Á fyrsta áratug var drifkraftur hagvaxtar drifinn áfram að innlendum þjónustugreinum, fjármálaþjónustu og byggingariðnaði. En í núverandi hagvaxtarskeiði þá hefur drifkraftur hagvaxtar komið einkum og sér í lagi frá útflutningi og þá auðvitað líka með uppgangi ferðaþjónustunnar. Og undirstöðunar okkar eru mjög sterkar eftir þessa uppsveiflu. Og við horfum þetta bara út frá hagvexti. Við vorum að upplifa kannski meiri hagvöxt hér í fyrri uppsveiflunni, en hins vegar hagvexturinn sem við erum að upplifa núna á undanförnum árum mun heilbrigðari ef svo má segja. Hann hefur verið drifinn áfram á útflutningsgreinum þannig að okkur hefur tekist að viðhalda jafnvægi á ytri jöfnuði. Útflutningsverðmæti hefur að meðaltali verið rúmlega helmingur af landsframleiðslu og það hefur dugað til að standa undir okkar innlendri neyslu. Þannig að við höfum verið að upplifa nú á undanförnum árum höfum verið að skila viðskiptaafgangi, samfelldum viðskiptaafgangi. En hins vegar á fyrsta áratug þessar aldar, þegar drifkraftur hagvaxtar kom einkum frá innlendum þjónustugreinum, þá vorum við ekki að skapa nægar útflutningstekjur til að standa undir okkar neyslu. Þannig að það myndaðist viðvarandi viðskiptahalli
Og þegar við erum að skila viðskiptahalla, þá erum við í raun að eyða efni fram og þá erum við leið að safna erlendum skuldum. En staðan allt önnur núna. Í þessari uppsveiflu hefur okkur tekist að greiða niður skuldir. Og við sjáum það líka, önnur birtingamynd þess má segja að við horfum þetta út frá hreinni erlendu stöðu þjóðarbúsins. Við höfum aldrei séð þessa stöðu áður. Við erum á svipum stað og svifs. Hrein erlend eignastaða þjóðarbúsins 25% af landsframleiðslu. Og ef við horfum þetta hér á árum áður, þá voru þetta bara komin í algjörlega ósjálfbæra skuldastöðu. Og þessi sterka staða meðal annars ástæða fyrir því að við erum ekki að sjá eins og eins mikið högg til að mynda á gjaldeyrismarkaði vegna þess að við erum með mjög sterkar undirstöður og við höfum sannanlega svigrúm til að bregðast við þessari óvissu sem nú uppi. Nú þá skiptir ekki síðum að horfa þetta út frá lífskjörum. Á undanförnum árum hefur okkur tekist að bæta lífskjör okkar. Hvort sem horft til lágmarkslauna, meðallauna eða hærri launa, þá hefur kaupmáttur heimila aukist mjög mikið og meira heldur en það sem við sjáum í síðustu uppsveiflu. Og í grunninn má segja að þegar við erum með þessa sterkar undirstöðu, þá hefur auðvitað skapast líka skilyrði til að tryggja hér gengisstöðugleika og verðstöðugleika og það hefur sannanlega líka skilað sér í auknum kaupmætti. Og jafnframt megum ekki gleyma því að laun hér á Íslandi eru mjög há í alþjóðlegum samanburði. Kaupmáttur launa næst hæstur meðal OECD-ríkja, þrátt fyrir að við leiðréttum fyrir háu verðlagi á Íslandi. Þannig að ef við horfum svona á þessa uppsveiflu, þá hefur okkur tekist vel að bæta lífskjör okkar. Við höfum verið að auka verðmæti og okkur hefur tekist vel að byggja upp verðmæti, bæta lífskjör og að styrkja stoðir þjóðarbúsins. Eins og þið vitið, þá erum við erum stærsta fiskveiðiþjóð heims og við getum auðvitað verið stolt af því. Og þessi mynd sem sýnir sjávarafurðir sem hlutfall af vöruútflutningi endurspeglar þjóðhagslegt mikilvægi sjávarútvegs. Sjávarútvegurinn vegur mjög þungt í þjóðhagslegu samhengi og mjög mikilvægur þegar við horfum þetta út frá utanríkis viðskiptum. En það sem líka skiptir höfuðmáli að okkur hefur tekist að bæta nýtingu afurða okkar. Og hér höfum við tekið saman nýtingarhluta þorsks eftir löndum og berum saman Ísland, Færeyjar og Kanada. Og þið sjáið í þessum samanburði stöndum við mjög vel. Okkur hefur tekist, og ég mun sýna það síðan hvernig þetta hefur þróast undanförnum árum, að okkur hefur tekist að bæta nýtingu og auka verðmæti sem frá sama magni kemur. En horfum þetta líka út frá ferðaþjónustunni. Ferðaþjónustan hefur auðvitað verið í miklum uppgangi á undanförnum árum á síðasta áratug eða svo má segja. Og ferðaþjónusta var auðvitað drifkraftur hagvaxtar í síðustu uppsveiflu. Og nú svo komið að ferðaþjónustan eins og sjávarútvegur efnahagsleg mikilvæg atvinnugrein á Íslandi. Hér erum við að horfa á ferðaþjónustu sem hlutfall á útflutningi sem svipaður samanburður og í sýndöku með sjávarútveginn áðan. Og þið sjáið að þarna erum við í 10. sæti. Hins vegar, ef við horfum þetta út frá verðmætum á hvert ferðamann, að þá sannanlega getum við gert betur í ferðaþjónustunni. Þrátt fyrir að ferðaþjónustan sé hlutfallslega mikil og vegur þungt í efnahagslegu tilliti, þá hefur ekki tekist að draga fram, þá hefur okkur ekki tekist að draga eins mikil verðmæti fram frá hverjum ferðamanni. Við erum þarna í 25. sæti. Og hér verkefni framundan eins og núna við horfum út frá ferðaþjónustunni. Það blasir við að þessi miklu vöxtur sem verið hefur á undanförnum árum mun ekki endurtaka sig í framtíðinni. Ferðaþjónustan auðvitað núna að glíma við alvarlegt högg og líklega verður samdráttur í ár eins og síðast ári. En ef við horfum þetta svona fram á veginn að þá blasir við að vöxtur upp á 20–30% mun ekki endurtaka sig. Nærtækara væri að gera ráð fyrir því að vöxturinn verði svona í kringum 5% eins og við erum að sjá svona almennt í heiminum. Og þess vegna skiptir höfuðmáli núna að ferðaþjónustan horfi fram á veginn og endurmeti hvernig þau geta auki verðmæti sem frá greininni kemur og þá meðal annars má velta fyrir sér hvort að ferðaþjónustan geti ekki auknum mæli horft til þess hvað sjávarútvegurinn hefur gert og einhvern lærdómur sem hægt að draga frá reynslu sjávarútvegs á þessu sviði.
Og kannski önnur birtingarmynd sem endurspeglar ef við berum þetta saman, ég meina sjávarútvegur er elsta útflutningsgrein landsins og ferðaþjónustan er sú yngsta. Og einhverju leyti má segja að þessar tvær greinar, auðvitað það mjög ólíkar, en það eru líka á ólíkum stað í þroskaferlinu. Ferðaþjónustan, ég vil svolítið líka henni við að hún hefur verið að taka út vaxtarþroska sinn, en framundan er að hún þarf að þroskast sem útflutningsgrein. Á meðan sjávarútvegurinn hefur sannanlega verið að taka út þroska sinn og er kannski komin svona á allt öðrum stað í þroskaferlinu. Og hér sjáu þið hvernig ferðaþjónustan og vöxtur í ferðaþjónustunni hefur verið á undanförnum árum. Þetta er svona exponential vöxtur, gríðarlega veldisvöxtur, gríðarlega mikill vöxtur á örfáum árum. Kannski of mikill vöxtur vegna þess að í raun og síðust árum hefur ferðaþjónustan í auknum mæli verið að reyna að taka á móti öllum þeim fjölda sem hefur verið að koma til landsins heldur en að vera að leggja áherslu á að auka verðmæti sem frá greininni kemur. En á sama tíma hefur afkoman í greininni hins vegar verið ekki nógu góð og í raun er áhyggjuefni að sjá hversu lítil afkomi er í ferðaþjónustunni á árinu 2018 þegar greinin er enn að upplifa mjög mikinn vöxt. Hið sama er hins vegar ekkert að segja sjávarútveg. Á sama tíma og að magninu til hafa sjávarafurðir nánast verið óbreyttar að þá hefur afkoman í sjávarútvegi verið mjög góð. Bæði ef við berum þetta saman við ferðaþjónustuna en líka ef við horfum þetta út frá viðskiptahagkerfinu í heild. Og sem dæmi árinu 2018 var viðskiptahagkerfi í heild með EBITDA-markinu upp á 7%. Þannig að þetta er auðvitað mikill árangur og skiptir máli að afkoman sé góð í útflutningsgreinum okkar vegna þess að það auðvitað líka skilar verðmæti til samfélagsins í formi hærri skatttekna, í fjölgun starfa, auknum verðmætum, hagvexti og svo framvegis. Og sjávarútvegur hefur auðvitað góða sögu að segja og þetta er kannski saga sem við þurfum að segja oftar frá. Nú það hefur auðvitað á sér stað mikil fjárfesting í tækni og hugviti á sviði í sjávarútvegi og tengdum greinum. Og það skiptir auðvitað máli að þegar atvinnulífið er að ráðast í fjárfestingar að það sé ákveðin fyrirsjáanleiki. Og það hefur gerst hér á undanförnum árum eða áratugum hafa auðvitað að sprotti hér upp mjög öflug og sterk fyrirtæki sem eru framalega á sviði á sviði tækni og það hefur átt sér stað fjárfesting í tækni og íslensku hugviti og þetta eru fyrirtæki sem eru auðvitað bæði að þjóna íslenskum sjávarútvegi sem og sjávarútvegi út í heimi. Og þá hefur auðvitað þessi fjárfesting í tækni og hugviti líka skapað ný störf. Og hér sjáu þið hvernig störfum í tengdum greinum hefur fjölgað á síðustu 25 árum og þetta sannanlega er að skila auðvitað í formi fjölgunar starfa á Íslandi. Og þá líka auðvitað hefur fjárfesting í tækni og hugviti skilað verðmætar í afurðum og hér erum við að sýna útflutningsverðmæti þorsks eftir afurðaflokkun og þið sjáu hvernig ferskur þorskur hefur hlutfallslega rúmlega tvöfaldast á síðustu 10 árum. Og þetta eru verðmætari afurðir heldur en til að mynda frystuð þorskur eða saltar. Þannig að okkur er líka með aukinni fjárfestingu í tækni og hugviti hefur líka tekist að framleiða verðmætari afurðir. Og síðast en ekki síst, og eins og ég sýndi ykkur áðan í alþjóðlegum samanburði, þá er líka áhugavert að skoða nýtinguna í sögulegum samanburði, að þá sjáu þið að samfara aukinni fjárfestingu í tækni og hugviti hefur tekist að auka nýtingu. Þannig að við erum að skila verðmætari afurðum og hefur líka skilað bættri nýtingu. Þannig við tekið það eins saman út frá útflutningsgreinunum í heild og einhverju leyti út frá sjávarútvegi, þá má í raun segja að samfara því sem að útflutningsgreinar hafa vaxið og við hefum byggt hér upp sterkar og öflugar útflutningsgreinar, þá er það nú að skapa stöðuleika í íslensku efnahagslífi. Síðasta uppsveifla má í raun segja endurspegla mikilvægi þess að hagvöxtur framtíðar sé drifinn áfram af útflutningsgreinum. Þannig náum við að tryggja og viðhalda jafnvægi á ytri jöfnuði, tryggja hér viðskiptarafgang, tryggja við lendum ekki í ósjálfbærri skuldastöðu og tryggja það við séum að skapa aukin verðmæti, ný störf, hagvöxt og auðvitað lífskjarasókn okkar byggist á því að við sækjum inn á stærri markaði. Sjávarútvegi hefur tekist að auka verðmæti og skila bættri nýtingu og ég tel að það sé einhver reynsla þarna og saga sem kannski aðrar greinar mega draga lærdóm af og sem dæmi nefni ég ferðaþjónustuna sem hefur verið svona að vaxa mjög hratt en á eftir að taka út þroska sinn og það er kannski áskorun greinarnar horft fram á veginn.
Og gleymum því ekki að sjávarútvegur hefur góða sögu að segja og við megum kannski gera meira af því að segja þessa sögu vegna þess að það skiptir máli að útflutningsgreinar séu þetta líka að ráðast í fjárfestingar og skila sannarlega ábata til samfélagsins. En svona að lokum þá vil ég bara varpa fram þessari spurningu og það það kannski sem við þurfum að hugsa hort fram á veginn. Hverjir verða drifkraftar hagvaxtar á næsta uppsveiflu eða uppvaxtarskeiði eða hagvaxtarskeiði? Það blasir alveg við að hvort sem við horfum þetta út frá sjávarútvegi, orku eða ferðaþjónustu, þá erum við ekki að fara að vaxa mikið af magninu til. Við nutum góðs af þessu mikla veldisvexti sem var í ferðaþjónustunni á síðasta áratug, en sú saga ekki fara að endurtaka sig á næsta áratug. Við getum hins vegar haldið áfram að auka verðmæti og virði okkar útflutningsgreina á sviði sjávarútvegs, orku og ferðaþjónustu. Og áskorinu þetta framundan að auka verðmæti byggt á sama magni. En svo þetta má velta fyrir sig hvort að verði einhver önnur útflutningsgrein sem mun stíga fram og vera drifkraftur hagvaxtar. Árið 2010 var held ég enginn sem var þorði að veðja á það yrði ferðaþjónustan sem yrði drifkraftur hagvaxtar næstu 10 árin. Og þess vegna auðvitað veit enginn hver verður drifkraftur hagvaxtar næst. En við erum hins vegar að sjá að það talsverður vöxtur að eiga sér stað til að mynda í fiskeldi. Nú þá erum við að sjá að útflutt þekking og tækni í hliðargreinum sjávarútvegs sem dæmi sannarlega að skila sér í auknum útflutningsverðmætum. Og við sjáum það bara í viðskiptajöfnuði fyrir síðasta ár að þar erum við að sjá mikinn vöxt þar. Og svo má velta fyrir sig hvort það sé ekki önnur tækifæri í greinum sem byggja kannski ekki á nýtingu náttúru auðlinda. En samt sem áður auðvitað eru meginstoðir okkar byggðar á auðlindum okkar, enda erum við auðlindadrifið hagkerfi. En já, ég ætla nú bara að stoppa hér, en þetta sem sagt svona kannski spurning sem ég var beðin að koma með spurningu svona í lokin og þetta kannski spurningi sem ég kem með. Hverjir verða drifkraftar hagvaxtar á næsta uppvaxtarskeiði? Takk fyrir. Já, við þökkum kærlega fyrir þetta erindi og þá vil ég bara bjóða næstan í púltið Pétur Hafstein Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis. Já, góðan dag allir nær og fjær, sjávarútvegsráðherra og aðrir. Samtalum sjávarútveg, ég ætla aðeins að taka þátt í því hér og byrja á að sýna ykkur mynd. Þessi mynd var tekin áður en það fór að skjálfa allt saman. Og hérna einu svona mynd svolítið af auðlindum Íslands. Í forgrunni rennur 50-60 gráðu heitt vatn sem kælivatn frá orkuverinu sem þarna fyrir ofan. Út úr þessari æð tekur núna fiskeldið hjá Stolt Seafood bara hluta til þess að hita upp vatn til eldis á Senegalflúru. Svo náttúrulega orkuverið sjálft. Þar fyrir ofan eru sem sagt þurrkverksmiðjur Suðurnesjamanna og fleiri sem eru lengra til hægri svo Reykjanestáin sem ferðamenn nýta og Gunnuhver. Hafið allt í kring fullt af fiski og svo bær hérna fjarskafallegur sem heitir Grindavík og þar býr fólk sem nýtir vinnu við það að nýta þessa auðlind sem í kringum þetta nes og víðar. Talandi að nýta auðlindir, þá skulum við byrja því að skoða hvernig á ekki að nýta þær. Eftir að við flutt, það þarf ekki að segja hversu sögu alla, eftir að við náðum yfirráðum yfir fiskimiðunum, að þá fjárfestum við hér í skuttóravæðingunni. Þar áður í sögunni höfðum við fjárfest í nýsköpunartogurum og svíþjóðabátum og eftir þetta var smábátavæðing, allt í nafni atvinnu og með góðum hug í atvinnuuppbyggingu. Gerði aldrei neitt annað en að keyra að ofveiða eða færa vandamál úr einu vasa í annan. Þannig að þetta svona dæmi það hvernig á ekki að nýta auðlindina. Þið sjáu það að sjávarplássin uxu með ofveiði og döluðu þegar að menn stjórnuðu veiðunum aftur. Það var ósjálfbær uppbygging. En nýtt skipulag gengur nú undir nafninu kvótakerfi. Þetta var bara nýtt skipulag sett upp á 84 og markmiðið með þessu var tvíþætt. Númer 1, að bjarga fiskistofnunum.
Jóhann Sigurjónsson hringdi í mig í gær og bað mig fyrir þau skilaboð að mætti ekki gleyma því sem aðalmáli hjá okkur, sem fiskverndarsjónarmiðin. En þetta var tvíþætt. Ef við erum að bjarga fiskistofnunum og erum að bjarga þar undir fyrirtækjunum sem öll voru á hausnum eftir þessa innspýtingu sem hafi verið áður. Þetta var sko einfalt. Það greinin sjálf, hún tók að sér að hagræða sér til lífs, gera þetta bara eins og ég vilji sjálfir. En það var eitt sem var erfiðast fyrir alla sem höfðu verið í greininni, það var það að viðurkenna vísindin, viðurkenna grunnvísindana og hætta ofveiði. Og þetta var bara mjög stór biti fyrir marga sem höfðu talið að hafið væri óþrjótandi uppspretta afla. Ég kalla þetta mesta björgun íslenska efnahagslífs fram að bankahruni og reyndar þetta stærra mál en það því að sjálfsagt hefði ekki orðið neitt bankarhrun ef við höfum ekki bjargað fiskistofnunum, því hér hefði ekki verið neinir bankar að falla. Við eigum allt undir því, eins og komið hér aðeins áðan, að viðgangur fiskistofna og sé góður. Það grunnurinn að veru okkar hér. Samtenging veiða og vinnslu. Förum aðeins beint yfir það eins og greinin hefur í miklum umbrotum síðustu 30 ára, hvernig við erum að vinna í dag. Samtenging veiða og vinnslu á miklu lengri sögu heldur en kvótakerfið. Ég legg alltaf að jöfnu árangur í sjávarútvegsins stýringu veiðanna og fyrirkomulag sem við höfum við samtengingu veiða og vinnslu. Það gerist rauninni þegar að sjómenn sem mistu vinnuna eftir að tapa síldin, hvarf eða annað slíkt, að þá fara 3-4 sjómenn, kaupa sér bát, semja við einhverja fiskverkun sem var í gangi að landa hjá 3-4 ár til þess að fjármagna fyrstu útborgunina og síðan við réttum með þessi vatni og síðan þegar að þeir voru búin að borga fiskvinnslunni útborgunina þá fórum við að verka sinn eigin fisk. Þannig að samtengingu veiða og vinnslu byggir ekki á því að vinnsla eða einhverjir fjárfestar hafi keypt sér skipin. Það byrjaði á því að sjómenni fóru landa upp og fyrirtæki sem eiga rætur til 1950-60, allt frá sunnanverðu Vestfjörðum og að Hornafirði eru meira og minna uppbyggð með þessum hætti. Myndin til hægri svona ein af mínum uppáhaldsmyndum. Ég leik stundum að því þegar ég var á markaðinn að ná þessari mynd. Þarna verslun að selja saltfisк frá okkur sem búið að skera niður, verslun sem við eigum hlut í. Við erum með rekstur erlendis líka. Og þarna ung kona að versla í matinn með ömmu sinni og að rétta 10 € seðil yfir. Hún ákvað sem að kaupa fisk en ekki kjöt sem var hinn með ganginn og ekki bara kaupa fisk, heldur valdi fisk að kaupa á okkur. Þessar 10 € rauninni birtingarmynd auðlindarinnar sem við erum að slást við og þetta þessar einu 10 € sem við getum slegist um. Og markmið okkar í sjávarútvegi sem að teygja okkur lengra og lengra inn í markaðinn hefur það eina markmið að ná sem stærstum hluta og helst öllu að þessu 10 € selja heim. Og okkur gengur bara býsna vel í því. Hvað verður svo þann hluta af þessu 10 € sem koma heim? Þetta svona meðaltal, svona sambærilegt fyrirtæki sem við stýrum í Vísi. Við erum með bolfiskvinnslu og veiðar og vinnslu. Og fara við þau séð launin rokka á bilinu 35-45% af heildinni. Fyrirkomulag milli verðlagningar og fiski milli skipa og húsa þannig að svona helmingur rúmur fer í hráefni. Af hráefni borgum við svo 42% á línunni og 35% á tórunum og svona þannig að sjómaðurinn hann færi það vel helming af þessu og landverkafólki færi það vel helmingin. Þetta breytist að sjálfsögðu eftir gengi og afkomu og hæst höfum að sé launin fari í 46% og lægst 37%. Þannig að af þessum segjum að skili sér 5 € heim, í vaxandi mæli þó, af þessum 10, að þá skiptast þau svona. 20% fær fyrirtækið til að reka sig og það þarf allt sem fyrirtækið þarf í uppbyggingu, fjárfestingar
og allt sem það er að gera og þjóna fjármagninu og öllu sem það er að gera, lánum og öðru slíku. Og svo tala fyrir bóluefnisvinnslu segi ég þarf að vera 25%. Sennilega það við tekum meðaltal síðustu áður en að veiðigjalda fór í vitleysu þarna einhver 2 ár í röð, að þá vorum einhvers að keyra á einhverju 25%, sem þetta fjórða hver króna sem inn kemur, fjórða hver evra sem kemur inn til okkar, situr eftir í fyrirtækinu. Þannig geta fyrirtækin dafnað og haldið áfram að gera það sem að þarf að gera til þess að svara þeirri spurningu sem að hver drífur næsta hagvöxt og til þess að standa undir þeim kröfum sem samfélagi gerir. Hinn 40% sem að fara þau rekstur, þau fara í þjónustuna. Þjónustuaðalana bara eins og í víðustu mynd eru tæknifyrirtækin, umbúðafyrirtækin, og allt sem að þessu lítur. Og hér sjáum við að á sama tíma og störf í fiskveiðum og vinnslur eru að fækka, þá er störfum í þjónustunni að fjölga. Og þar tek ég inn í tæknifyrirtækin sem eru að selja okkur tækin og þróa tækin með okkur, og leið eru þau að byggja upp nýja útflutningsgrein sem heitir fiskvinnslusalir og fiskvinnsluvélar og tæki. Þannig að skiptingin á þessu, eins og þetta skila sér inn til Íslands, við erum bara býsna stoltir af því hvernig hún er. Þessi mynd hérna er svona svolítið yfirlitsmynd yfir það sem við erum að gera. Fjórða innbyltingin, hún er hafin og það byggir á því að við erum með lifandi mælingu borð í línuskipunum þegar fiskurinn er að koma inn. Við sjáum stærðina, stærðardreifinguna og við sjáum skiptinguna milli tegunda og svo framvegis. Og við erum með, vegna þess að við erum með armana úti á mörkuðunum, lifandi mælingar hvernig selst. Allt sem þar á milli er einhvern annan verkefni. Og þetta er risa tækifæri, ég hef nú sagt stundum að þetta sé stærsta tækifæri sem sjávarútvegur hefur staðið frammi fyrir mjög lengi, að með þeirri iðnbyltingu og þeirri tækni og stýringu sem við höfum, að þá erum við að breyta okkur endanlega úr sjávarútvegsfyrirtækjum eða sjávarútvegi yfir í matvælaframleiðslu. Tæknin býður upp á það að við getum pakkað í endanlega pakningar og í einu höggi, kemur inn í hús, það er búið að selja hann eða ráðstafa honum, honum er pakkað í pakningarnar, annarkvæmt hér heima í endanlega eða í stórum umbúðum næst markanum. Þetta leiðir hugann að öðru að umhverfisumræðan í dag, öll umhverfisfótsporun okkar, ef við náum að klippa burtu allt sem heitir milliflutningar og milliumbúðir og millilag, því það er ótrúlegur stór hluti af sjávarfangi sem að fer í milliumbúðir sem er bara færsla frá einu stað á annan. Og hérna í umhverfisumræðinu daginn þegar framkvæmdastjóri Krónunnar sagði að bara þegar ákvörðun var tekin að hætta að afhenda plastpoka, þá nægir það núna 2 hringi í kringu landið og leggur á hlið við hlið, bara sem þetta eina fyrirtæki gerði. Þetta er risatækifæri fyrir sjávarútveginn til að ná enn meiri árangri í umhverfisfótsporinu. Og tæknin sem við erum að innleiða að vinna með tæknifyrirtækjunum, hún er lykillinn að því. Og þannig enn og aftur erum við mjög stoltir af því sem við erum að gera. Verkefni næstu kynslóða, hérna er kannski svarið komið. Hvað drífur næstu hagvöxt? Það er raunin þannig að efnin sem að fiskurinn er með í sér til þess að lifa af í hafinu er miklu verðmætari heldur en maturinn sem er á beinunum. Þessi vegferð er hafin og við erum að vinna mjög fá kíló við ennþá. Eftir einhverja vikur þá setjum við í gang kollagenverksmiðjuna í Grindavík, þar sem að 5 fyrirtæki tóku saman að byggja hana upp eftir 5 ára þróun. Þannig að við erum ekki bara búin að gera vel, við ætlum að gera betur og
svona í lokin að þá stend ég þeirri trú að allir sem hér inni og allir sem hlusta og langflestir í samfélaginu eru sammála það hvernig við búum til pening úr auðlindinni. Hún er alveg sammála það að það er alltaf hægt að gera betur. Umræðan er löngu hætt að snúast kerfin. Hún er farin að snúast eigendurnar. Og umræðan sem snýst fyrirtækin, hvort sem þú ræðum það að setja meiri óvissu með uppboðum eða breytingu á kerfi eða auknum álögum, kemur beint niður á rekstri fyrirtækjana. Menn fara að haga sér í samræmi við það. Umræðan sem er eigendurna hefur miklu minna að segja hvað gerist í fyrirtækjunum sjálfu. Það er ekki sama ógn af umræðu eigendur og fyrirkomulag eignarhalds í sjávarútvegi eins og umræðina að breyta kerfinu og leggja á álögur. Þannig ég lýsi svolítið eftir þeirri umræðu leið og ég lýsi yfir stolti yfir því að hafa tekið þátt í því sem hefur gerst í 20 árum og hlakka til þess að sjá hvað næsta kynslóð gerir í þessu tækifæri. Takk fyrir. Þökkum Pétri kærlega fyrir hans mjög fróðlega erindi og þá bið ég Svein Agnarsson, prófessor, að gjöra svo vel. Lænt fram, tilbaka. Góðan dag, gott að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla að byrja á því að setja hérna upp mynd af afla. Þetta eru annars vegar botnfiskafli til vinstri og til hægri er uppsjávarafli. Og þið sjáið að myndin vinstra megin, þetta er þá heildar botnfiskafli frá aldamótum og til 2019. Og bláa stóra svæðið sem er neðst, það er þorskurinn. En það sem er eftirtektarvert er að heildarmagnið af botnfiski haldist nokkuð stöðugt í kringum 500.000 tonn. Það eru auðvitað breytingar, það eru sveiflur milli ára eftir því hvaða tegundir er að ræða. Þorskurinn hefur verið að vaxa en aðrar tegundir hafa aðeins verið að dala. En þetta gefur til kynna að við erum eiginlega með fullnýtta botnfiskstofna upp á 500.000 tonn. Þannig að aukningin í verðmæti mun ekki koma frá aukningu afla nema kannski að óverulegu leyti ef okkur tekst að byggja stofnana betur upp. Uppsjávarfiskurinn er einnig mjög sveiflukendur aflinn þar. Rauði stóri liturinn þarna fyrir mér fyrirferðarmikill næst til vinstri loðna og hún náttúrulega engin á þessari mynd sem nær til ársins 2019. Við sjáum líka að þarna kemur makríllinn inn 2008-09. Hér líka svipaða sögu að segja. Við getum ekki gert ráð fyrir því að veiðar á uppsjávarfiski munu mikið aukast. Mikið af sumir þessara stofna eru nýttir af mörgum löndum í norðaustur Atlantshafi og við þurfum að semja við þessi lönd heildarmagn sem veitt og síðan okkar kvóta og það ekki mjög trúlegt en að þar verði mikla breytingar á næstu árum. Þannig að það má eiginlega segja að auðlindin sé að verulegu leyti fullnýtt og þetta setur okkur ákveðin ramma. Þetta þýðir að ef við ætlum að auka virði sjávarútvegs þá þurfum við að fara betur með það sem við fáum úr sjó, við getum ekki veitt meira. Og þess vegna það sem hefur komið fram hér áður mjög svona mikilvægt innlegg í þetta því það sýnir glögglega hvernig þetta hefur verið að þróast hjá okkur. Hvernig tölum aðeins samfélagslegan ábata. Það afskaplega gott þegar maður að byrja að velta fyrir sér svona hlutum eins og samfélagslegan ábata að ná fyrst samkomulagi það hvað maður á við. Hvað ábatinn sem við erum að tala Í inngangi hér þá nefndi Þórlendur nokkra hluti. Við gætum til dæmis, sem að hagfræðingum væri mjög tamt, að horfa á framlag til landsframleiðslu, að hafa sem mestan virðisauka, þar að segja samtölu hagnaðar og launa í greininni. Það algengur mælikvarði. Við gætum líka verið að horfa á gjaldeyrisöflun, hvað greinin skilar mikið af gjaldeyri til landsins. Við gætum haldið áfram og við gætum talað fjölda starfa og við gætum jafnvel talað framlag til byggðafestu í hinum dreifðu byggðum landsins. Við gætum jafnvel einnig hugsað skatttekjur.
Vandinn sá að þetta eru stundum ósamrýmanleg viðhorf. Við þurfum að átta okkur á því að það ekki alltaf saman. Við getum ekki notað sjávarútveg til þess bæði til dæmis að búa til byggðafestu og kannski líka auka framlag til landsframleiðslu sem mest. Skiptir dreifing ábatans máli. Við höfum stundum rætt fyrir, í hagfræði höfum við stundum rætt að við höfum stundum 2 valkosti. Við getum reynt að búa þannig hnútana að kakan verði sem stærst. Að virðið sem er búið til í atvinnugreininni, í hagkerfinu í heild, verði sem mest. En það getur líka vel verið stundum að það sé verið að horfa á að skipting kökunar sé sem jöfnust. Í hagfræði í undanfarin ár hefur komið fram í svona akademískri umræðu sjávarútveg að það verið að tala velferð og virði eins og það séu andstæður. Ég er nú ekki alveg sammála því en ég set það fram. Oft má nota auki virði til þess að bæta velferð. Þannig að þetta eru engar andstæður. En þetta eru hins vegar kannski 2 ólíkar leiðir að nokkru leyti. Það að segja, ef maður hefur sem mest virði, þá ekki endilega jöfnuðu sem mestur, en það má nota ábatan sem kemur af hennu aukna virði til að búa til meiri jöfnuði í samfélaginu, til dæmis með skatttekjum. Og það sem ég langar að víkja aðeins í þessum fáu orðum sem ég hef, þessum stutta tíma sem ég hef hér, það þá að horfa aðeins á auka ábata í sjávarútvegi og mig langar að horfa á þetta heildstætt, horfa á þetta dálítið hátt yfir og velta fyrir mér ef við erum að hugsa að bæta, að auka ávinningin til lengri tíma, hvernig eigum við að standa að því, hvernig þurfum við að hafa umhverfi sjávarútvegs til þess að geta fengið sem mestan ábata. Það sem ég legg höfuðáherslu á, það stefnufestu í stjórn fiskveiða. Við vitum náttúrulega eins og þau framkomið hér í dag að sjávarútvegurinn, að líffræðileg stjórnun, hún snýst það að halda stofnunum stórum og halda þeim og vera með sjálfbærar veiðar og við munum ekki hvika frá því. En vandinn sem við erum að fást við þessi. Alveg sama hvaða stefna mótuð í stjórn fiskveiða og þá á ég ekki við þennan líffræðilegu stefnu heldur frekar hinn ramman. Þá munu útgerðir í landinu og sjávarútvegsfyrirtæki aðlaga sig að þeirri stefnu með tíð og tíma. Og með tíð og tíma þá mun það trúlega gerast að þessi aðlögun verði til þess að afkoma í greininni hún batnar. Og þegar afkoman fer að batna, þá fara að heyrast raddir að það gangi of vel og það þurfa að breyta stefnu. Og þetta hættulegt vegna þess að allar atvinnugreinar og sjávarútvegur engin undantekning á því, þær byggja á langtíma hugsun. Það eru fjárfestingar sem eiga sér stað yfir langan tíma og þær þurfa að fyrirtækin þurfa að búa við sem minnsta óvissu. Það nóg óvissa í lífríki hafsins fyrir sjávarútvegsfyrirtækin að glíma við. Það hins vegar óþarfi að vera að búa til of mikla óvissu í stjórn fiskveiða. Og hér hættan sú að við ég kalla það hættu, það má kannski deila það gott að sé mjög hættulegt að hafa lýðræði, en við með kosningar á nokkur ára fresti. Og þá geta komið fram flokkar sem kannski ná að mynda meirihluta, sem hafa andstæða skoðun á því hvernig eiga stjórna fiskveiðum. Og það getur átt sér stað einhver breyting, vonandi ekki kollsteypur, en einhverja breytingar samt sem hafa þau áhrif að fjárfestingar áform sem voru tekin ekki lengur jafn klók og þau virtust fyrir 4 árum. Þess vegna mjög mikilvægt að við séum með langtíma stefnu og það sé reynt að halda henni og þetta krefst náttúrulega einhvers konar samkomulags að við finnum fylgja þessari stefnu og við munum leyfa greininni að skila ávinningi. Því það öllum til góðs þegar til lengri tíma litið. En hver þáttur fyrirtækjanna sjálfra? Fyrirtækin verða þá að hegða sér þannig að þau bjóði ekki upp á eða ýti undir að það skapist einhver umræða í samfélaginu að það sé nauðsynlegt að breyta stefnu. Þannig verður framferði fyrirtækjanna líka að snúast það að vera með langtíma hugsun.
það hættulegt alltaf og við skulum líka hafa í huga að það ekki eingöngu stjórnarskipti eða ný stefna sem að getur skipt máli í sjávarútvegi. Það líka umtal sem getur skapað óróleika í samfélaginu, óróleika í rekstrarumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja. Þennan óróleika þurfum við að minnka og það eru bæði stjórnvöld og fyrirtækin sem hafa hlutverki að gegna í þessu sambandi. Vikið þá aðeins að öðrum þáttum. Það hefur hér verið talað um sjávarútveg og tæknigreinar og þetta samspil mjög mikilvægt og einn aðal ástæðan fyrir því hvað íslenskum fyrirtækjum á sjávarútvegi hefur gengið vel í alþjóðlegri samkeppni. Hér mjög náið samband á milli tæknifyrirtækja og sjávarútvegs. Mörg fyrirtæki sem að þróa veiðarfæri og þróa vinnslulínur vinna mjög mikið með sjávarútvegsfyrirtækjum. Við sjáum þegar koma ný skip í flotann, það eru settar nýja línur borð. Þetta oft þróunarstarf sem á sér stað þegar fyrstu skipin koma í flotann. Þetta mjög mikil vinna og þetta hefur skilað miklum árangri fyrir íslensk fyrirtæki á alþjóðamörkuðum og í harðri samkeppni. Og þetta samspil, það verðum við að varðveita. Það þarf að vera hvati fyrir þessa þróun og það má vel ímynda sér að það þurfi kannski að rýna ýta undir frekari tæknisköpun og nýsköpun þarna. Og þar skiptir máli að það sé til staðar samkeppni. Það verður að vera samkeppni innan tæknigeirans, innan sjávarútvegsfyrirtækja sem að leiðir til þess að við fáum að fyrirtæki reyni með öllu móti að fá sem mest fyrir sínar afurðir. Við höfum séð þetta gerast hjá okkur, þar sem að við höfum séð sjávarútveginn á undanförnum árum vera að finna sér nýja staði á mörkuðum, þar sem við erum að fá hátt verð fyrir okkar afurðir. Og þessi samkeppni, hún nauðsynleg. Það alveg nauðsynlegt að við höfum virka samkeppni, bæði í útflutningi og í markaðsmálum og líka bæði sjávarútvegsfyrirtækjum og í tæknigreinum. Samkeppnin skilar mikilli nýsköpun. En það einnig mikilvægt fyrir okkur að við áttum okkur á því að í sumum greinum sjávarútvegs stærðarhagkvæmni mjög mikilvæg. Ég nefni sem dæmi uppsjávarveiðar, þar sem við höfum séð mjög mikla samþjöppun og mjög stór og öflug fyrirtæki koma fram á síðustu árum og þar mjög mikilvægt að við séum með stærðarhagkvæmni og það í sumum öðrum fyrirtækjum ekki líka í bolfiskverkun. Ég man að þegar ég var að skoða daginn umræður sem áttu sér stað á Alþingi þegar að kvótaþakið var sett á í kringum 1998. Þá kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu umræður hvort að fyrirtækin geti orðið of stór, hvort þau geti orðið of fyrirferðarmikil í íslensku samfélagi, bæði peningalega séð, stjórnmálalega séð, atvinnulega séð. Það hugsun líka sem menn geta alveg haft bak við eyrað. Ég hef svo sem ekki ástæðu til þess að ætla að það þurfi endilega að vera vandi, en þetta var hlutur sem menn ræddu í kringum kvótaþaki 1998. Það sem ég ætla líka að nefna, það þessi vistvænu viðhorf sem aðeins hefur verið tæpt á hérna í dag. Hluti af því að vera með stefnufestu og hluti af því að fyrirtækin sé að hugsa til langs tíma svo að við þurfum að taka mark á þessum vistvænu viðhorfum sem hafa komið fram. Oft á tíðum það nauðsynlegt fyrir okkur að vera með vottaðar veiðar eða vera með einhvers konar vottun til þess að hafa aðgang að mörkuðum. Og við megum ekki tapa þeim möguleika sem að þessir vottanir hafa í för með sér. Það gefa okkur ekkert endilega hærra verð, en það tryggja okkur oft á tíðum markaðsaðgang. Og síðan náttúrulega allt sem að snertir veiðunum. Við þurfum að auglýsa vel hvernig við göngum með fiskistofnana, hvernig við veiðum fiskin okkar og þessa vistvænu hugsun sem ráðandi í íslenskum sjávarútvegi. Því það mjög mikilvægt fyrir okkur til framtíðar. Ég held að ég sé með einn punkt í viðbót og hann þetta að þessi langtíma hugsun sem ég að tala hér og þessi samkeppni og þessi stærðarhagkvæmni,
Þetta getur og þessi áhersla á vistvæn viðhorf og markaðsaðgengi, það á að leiða til þess að við munum áfram geta verið með stöðugt framboð af úrvalsvöru. Og hér kemur aðeins inn á það sem að Pétur nefndi hérna áðan með 4. tæknibyltinguna, að við þurfum að hugsa pínulítið það að við nýtum alla möguleika til að framleiða vörur sem eru hágæða vörur. Við munum ekki geta keppt við fiskeldið eins og í laxi þar sem mikið framboð, því að framboð okkar takmarkað. En við eigum að staðsetja okkur í efstu lögu markaðarins með því að vera með hágæða vöru, með stöðugu framboði af úrvalsvörum. Stöðuga framboði höfum við náð, til dæmis miðað við Noreg, þá erum við með miklu stöðugra framboð áraðum kring út af okkar, hvernig við stjórnum fiskveiðunum, út af kvótakerfinu. Það hefur gefið möguleika á þessu. Og það mjög mikilvægt að við höldum þessu stöðuga framboði því það tryggir okkur hátt verð á erlendum mörkuðum. Þannig að mín skoðun sú að ef við reynum að leggja áherslu á þessi þætti, þá gerum við sjávarútveginum mögulegt að búa til sem mestan ábata í íslensku samfélagi. Takk fyrir. Jæja, þá þökkum við Sveini fyrir hans mjög svo fróðlega og góða erindi. Það fór þannig hér eins og kannski við mátti búast að það áttu að vera, sem sagt, 4 frummælendur og tala samtals í 50 mínútur en svo þurfti einn frá að hverfa og þá bara þetta ekki svona eins og markaðurinn á að virka. Þá bara fyllt upp í tómarúmið og við erum bara á hárréttri dagskrá. Ég ætla að biðja þig, Heiðrún Lind, að koma hér upp. Núna ætlar Heiðrún Lind Marteinsdóttir að bregðast aðeins við því sem fram komið. Síðan hefst umræða á sal og hún með þeim hætti að við opnum fyrir spurningar og fólk getur beðið að fá mikrofón og ég ætla að biðja alla sem eru með innlegg, ekki endilega spurningar, mega líka bara vera athugasemdir eða vangaveltur. Ég ætla að biðja alla sem að tala að kynna sig með nafni og það gildir alla og þá meina ég að ef að Björk Guðmundsdóttir eða Eiður Smári koma þá verða þau að kynna sig. Hver og einn hefur 1 mínútu til þess að tjá sig og þegar við höfum tekið það inn þá hér umræða á pallborðinu og ég ítreka líka að nefna hérna sem sagt netfangið samtal@sfs.is og svo stefnum við að því að klára hér rétt fyrir klukkan 11. Þá þarf að taka hérna salinn í gegn fyrir hádegistraffíkina. Ég ætla að leyfa mér að mæla með hádegismatnum hérna. En Heiðrún Lind, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Og takk kærlega þið sem að sáu ykkur fært að mæta á fundin. Ég held reyndar að það verið óvenju margir líka sem að eru að horfa á streymi og það alveg eðlilegt og skiljanlegt í þessum aðstæðum sem að við lifum við akkúrat í dag. Mér langar líka að þakka þeim sem að hingað komu og höfðu framsögu, ótrúlega áhugavert að heyra þeirra innlegg og þau séu til í að taka þátt í þessum pælingum okkar bara hvernig getum við aukið þetta samtal og samtali lítur að leiða til þess að við finnum nýjar leiðir eða aðrar aðferðir til að gera hlutina betur. Mig langar aðeins að taka þetta út frá því sem að oft talað það sjálfbærni og sjálfbær sjávarútvegur og þá gjarnan vísað til 1. grein laga stjórn fiskveiða sem að lýsir því markmiði að við eigum að vernda fiskistofna og auka hagkvæma nýtingu þeirra og þannig treysta byggð í landinu. Þetta eru sem sagt þessir 3 hringir sjálfbærni. Og mér finnst það stundum farast fyrir í umræðunni að þetta séu tengdir þættir. Það eins og það sé litið á þessa 3 þætti sem sjálfstæða þætti sem að eru ekki tengdir hver öðrum og gjarnan, þarna vísa ég þá helst til kannski það hvernig treystum við byggð í landinu. Það í sjálfu sér ekki sjálfstætt markmið og mér finnst það að vissu leyti ósanngjörn umræða þegar að þannig talað að það sé á ábyrgð atvinnugreinarinnar að treysta byggð í landinu og ef að það ekki gert þá þurfi stjórnvöld einhvern veginn að grípa þar inn í.
Löggjafinn setti þetta markmið að ef að við nýtum fiskistofna, verndum þá, tryggjum sjálfbæra veiðar og hagkvæmni fyrirtækja í því fólst meðal annars samþjöppun í sjávarútvegi sem var nauðsynleg. Með því ef að okkur tekst að vinna þessa þætti vel, að þá munu þessir þættir leiða til þess að við getum treyst byggð í landinu. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega mikilvægur punktur sem að við gleymum oft. Þessir þættir verða að spila saman. Og án þess að ég kannski vísi til einhverjar einnar umræðu umfram aðra, þá hefur aðeins verið rætt verulega uppstokkun á þessu kerfi á umliðnum vikum og mánuðum undir kannski formörkjunum kvótan heim meðal annars. Þetta nú ekki ný umræða, hún hefur oft og tíðum dúkkað upp og með kannski mjög reglulegu millibili. En þar auðvitað kannski áherslan einmitt á þetta samfélagslega að treysta byggð í landinu, að ég veit nú ekki hvernig þetta nákvæmlega hugsað, en ætlum við að setja hér skip í hvert bæjarfélag, vinnslu í hvert kaupstað. Við höfum reynt það áður, það mistókst. Þetta kann að vera samfélagslegt verkefni, að þá tryggjum við fleiri störf, en við erum ekki með því að stuðla að því að við treystum hina tvo þættina í sjálfbærninni, því miður. Þannig að við verðum að tala þetta eins út frá þessu, að ákvarðanir í sjávarútvegi, við verðum að átta okkur á áhrifunum sem geta orðið. Þetta ekki léttvægar tillögur sem þarna verið að leggja til, það geta haft meiri háttar áhrif á það sem við höfum verið að reyna að byggja upp áratugaskeið. Þetta búið að vera langhlaup. En mér langar aðeins að líta út frá þetta, hvernig getum við sjávarútvegi skila sem mestum ábata til samfélagsins, og ég lít svo á að það séu kannski tveir aðilar sem að geta lagt þar verulegt lóð á vogarskálar. Það annars vegar stjórnvöld og svo hins vegar atvinnugreinin. Hvað stjórnvöld áhrærir, að þá myndi ég segja þetta séu 5 lykilþættir sem að stjórnvöld þurfa að huga að, og ég talaði þetta út frá kannski aðeins þessu að stjórnvöld þurfa að skapa jarðveginn. Þegar jarðvegurinn góður, þá munu fyrirtæki og einstaklingar geta sáð þar fræjum og upp vex einhver afrakstur. Þessi jarðvegur verður að mínu viti að geyma 5 þætti. Það fyrirsjáanleika laga eins og Sveinn kom inn á, að það sé stefnufesta í því sem við erum að gera. Það mun auðvitað tryggja betri umgengni við auðlindina og það mun líka tryggja aukna fjárfestingu. Það hófleg skattheimta. Og ég vil aftur ítreka það sem að mér finnst tilefni til að ég segja eiginlega í hvert einasta skipti sem ég fæ mikrofón í andlitið. Sjávarútvegur ekki að mótmæla því að greiða fyrir nýtingu auðlindar, nema síður sé. Gjaldið verður hins vegar vera hóflegt og við tökumst á það hvað hóflegt og það bara eðlilegt. Einhverjum þykir 5 milljarðar lítið, öðrum þykir 10 milljarðar of mikið ef við horfum bara á veiðigjaldið. En við þurfum að horfa á þetta í samanburði við aðrar þjóðir. Hvað eru aðrar þjóðir að gera, því að við erum auðvitað í samkeppni á hverjum einasta degi við aðrar fiskveiðiþjóðir það að geta bara yfir höfuð selt fisk frá Íslandi. Þannig að mér finnst samhengið þurfa að liggja fyrir hvað skattheimtuna áhrærir. Við viljum sem minnst af sér íslenskri skattheimtu. Traustir innviðir finnst mér líka oft gleymast í þessari umræðu, en það auðvitað þáttur sem við erum bara að glíma við, við höfum nú sérstaklega fengið að finna á því þennan veturinn, hvað innviði áhrærir. Samtök iðnaðarins gáfu út skýrslu 2017 þar sem lagt mat á hvar þörfin virkilega á fjárfestingu innviða, og það kemur í ljós að þeir innviði til dæmis sem sjávarútvegur að nýta. Flugsamgöngur, hafnir, raforkukerfið, vegir. Þetta allt þættir sem eru því miður ekki í nógu góðu horfi. En þetta eru grundvallar þættir í því að við getum verið að ferja eða koma fiski frá Vestfjörðum og í flugvél í hverju einustu viku og jafnvel á hverjum einasta degi. Og mér finnst það aðdáunarvert yfir höfuð að við séum með svona öflugan sjávarútveg í öllum landshlutum, miðað við þetta hrjóstruga land sem við búum við og fjarlæðir sem hér eru. Fjórði þátturinn síðan rannsóknir, og það var vel komið inn og það fannst mér á umhverfisfundinum okkar, að rannsóknir og vistkerfi hafsins algjör grundvallar þáttur, ekki bara í umhverfismálum sjávarútvegs, heldur það að við einmitt séum hér yfir höfuð með öflugan sjávarútveg. Og lóðnan auðvitað kannski nýjasta dæmið sem áhyggjur okkar lúta að við séum einfaldlega ekki að sinna rannsóknum eins og best verður gert og eins og við þurfum að gera sem fiskveiðiþjóð. Og það ágætt sem stofnvistfræðingur SFS minnir mig alltaf á, að hann segir þegar ég heyri loðna þá hugsa ég þorsk.
vegna þess að loðna ekki einangrað áhyggjuefni uppsjávarútgerða. Þetta áhyggjuefni sjávarútvegs í heild sinni og það að við munum flytja hér út þorsk, því að loðnan auðvitað undirstöðu fæða þorsksins. Þannig að þetta risastórt mál, hafrannsóknir heilt yfir og við séum að gera þetta eins og þarf. 5. þátturinn síðan virkt eftirlit. Við þurfum að hafa öfluga stjórnsýslu sem lykillinn í þessu flókna regluverki sem við búum við og fyrirtæki hafa misstígið sig, fyrirtæki munu misstíga sig, en það algjörlega klárt að það eiga allir að spila eftir skýrum leikreglum og við verðum að hafa eftirlit með því að þessu sé fylgt. Við sem atvinnugrein eigum ekki að tala fyrir því eða taka upp hanskan fyrir aðila sem að fara á svig við lög, því að þá ertu auðvitað að svindla á heildinni líka. Þannig að það mjög mikilvægt að stofnanir eins og Fiskistofa, eins og Hafrannsóknastofnun, eins og ráðuneytið sé vel fólki búið og manna þannig að það geti sinnt þessu eftirliti. Þannig að þetta svona þessi 5 þættir sem að mér finnst að stjórnvöld þurfi að huga betur að til þess einmitt að jarðvegurinn sé til staðar til að við getum aukið virðið frá sjávarútvegi. Nú, ég ætla ekki bara að benda á stjórnvöld og segja að þetta allt ómögulegt því að gera þetta allt saman betur. Hvað geta fyrirtækin síðan gert sem svona kannski aðilinn í þessu tannhjóli sem að þarf að fungera og vera vel smurður. Fyrirtækinu ef að þessi jarðvegur til staðar, að þá þurfa fyrirtækinu að vera framsækin, þau þurfa að fjárfesta í skipum og búnaði sem að leiði til þess að virðið eykst, nýtingin verður betri, umhverfisspori minna. Allt þetta samfélagslegur ábati. Markaðsstarfið svo sannarlega verkefni sem að við eigum að leggja meiri vikt á. Við sjáum alveg hvaða árangri Norðmenn hafa til dæmis náð á tiltölulega skömmum tíma með laxinn. Þeir hafa verið í markaðsstarfi með þorskin líka og hafa aukið töluvert verðmæti þar á stuttum tíma. Þrátt fyrir að því skuli til haga haldið að við fáum enn sem komið meira fyrir þorskin heldur en Norðmenn. Og svo fjárfesting í nýsköpun. Að við séum alltaf að reyna að vera skrefi á undan samkeppninni. Það hefur fleytt okkur áfram undanfarin 10 ár sérstaklega, undanfarin 5 ár greinilega. Og við verðum alltaf að halda þessu forskoti. Þetta getur verið okkar forskot í samkeppninni. Að við náum í þessu samstarfi við tæknifyrirtæki, nánu samstarfi, þessi nánd hjálpar okkur, að það muni áfram leiða til þess að við aukum virðið. Nú ef allt þetta spilar saman, jarðvegurinn þarna, fyrirtækin sá fræjunum og uppvex verðmæti, ef allt þetta gengur eftir, nú þá hækkar líka hlutur þjóðarinnar. Ef við viljum endilega, ef við viljum fara í það að horfa bara á strípaða gjald fyrir auðlindanýtinguna, þá mun þetta gjald eðli mál samkvæmt aukast ef að greinin styrkist og afkoman verður meiri. Mér langar síðan bara að lokum svona í ljósi þessa tíðaranda og mikilvægi fjölbreytts útflutnings eins og Ásdís kemur inn á og Sveinn auðvitað líka, að núna sverfir að og það þetta sem minnir okkur á að við þurfum margar stoðir undir útflutningstekjur Íslendinga og við þurfum að auka við þær frá því sem nú En það hins vegar ágætt að við getum vonandi verið með einhverja sveiflujöfnun í kerfinu. Þegar sverfir að í sjávarútvegi þá komi aðrar atvinnugreinar inn og þegar sverfir að til dæmis í ferðaþjónustu að þá séu aðrar atvinnugreinar sem geti allavega dempað dalina sem að við þurfum að ganga í gegnum. Og dalirnir munu auðvitað koma. Þær í ferðaþjónustu núna, þær munu koma í sjávarútvegi, hafa auðvitað verið í sérstaklega hvað loðnuna áhrærir. Og mér finnst það líka mikilvægt að við minnum okkur aðeins á þetta með loðnubrestin. Loðnubrestur, ef hann verður aftur þetta árið, þá 2 ár í röð. Ég held að það sé óumdeilt ef að þetta hefði verið fyrir 10 árum síðan, 15 árum, 20 árum, þá værum við að horfa fram á fjöldagjaldþrot í greininni. Fyrirtæki eru að standa af sér þessa dali og það þetta sem að minnir okkur á hversu mikilvægt að við erum með sterk fyrirtæki, sterka eiginfjárstöðu, að þau geti tekist á við þessa dali sem að koma bara af sveiflum fiskistofna. Þannig að þetta voru svona mínar hugleiðingar í þessu. Prýðilegt. Þá ætlum við að opna fyrir athugasemdir, spurningar, vangaveltur og þess aftur á sal og hann heitir Guðjón, samstarfsmaður okkar sem með mikrofón og það klukka uppi sem telur niður 1 mínútu þannig að fólk getur átt að sjá því hversu mikið tími eftir.
og bjalla sem hringir þegar að tíminu liðin. Ég sé að þú varst búinn að biðja orðið, þannig að hann kemur með mikrofónum, gjöra svo vel, Guðjón. Halló, ég heiti Jóhannes Arason, matvælafræðingur. Ég ætla að þakka frummælendum fyrir mjög góð og athyglisverðar upplýsingar. Ég ætla að beina spurningum mínum til Péturs. Ég er sammála Pétri í einu að Grindavík er góður staður, en erum við konur þar á Ægisgötu 1 í Grindavík með okkar starfsemi í Samherjahúsið fram að bryggjunni. Og við erum að vinna í gömlu máli sem að við erum þegar búin að ganga frá. Við erum að afgreiða það til útlanda. Það er að við erum að beinhreinsa heilt flak. Við erum að skila heilu flaki. Þetta er gamall draumur og Pétur er nú ekki alveg ókunnugt það sem að ég hef búin að strefa í því. En það var haldið áfram það sem að hafði verið byrjað og sem sagt við erum núna komnir þangað að við getum þetta og erum að skila yfir 30% betri nýtingu heldur en ella. Og engin tilkostnaður þar og það fer í meira vegna þess að sölulega er afurðin mikið söluvænni. Ég er tilbúin að sýna þér þetta, þú veist. Fyrir takk. Og við höfum þess að þannig að við tökum bara saman allar spurningar og í eitt skipti, þannig að þetta er eins og í bandarískum brúðkaupum, speak now or forever hold your peace. Þannig að ég sé að þarna er komin hönd á loft hérna. Já, góðan daginn. Guðmundur Helgi heiti ég og er formaður VFM, félags vélstjóra og málmtæknimanna. Yfirskriftin hérna á fundinum er hvernig skilar sjávarútvegur mestum ábata til samfélagsins. Það var þannig að 2019 þá lönduðu íslensk skip og norskt kolmunna í sömu bræðslu á Íslandi og norska skipið fékk 43% hærra verð. Svo í ár landaði íslensk skip kolmunna á Írlandi og fékk 40% hærra verð en á Íslandi. Og í nýbirtum tölum Hagstofu Íslands kemur fram að meðalverð á þorski seldum á fiskmörkuðum á síðasta ári var 39% hærra en verðið í beinum viðskiptum. Er verið að hámarka ábata til samfélagsins? Er þetta eðlilegt? Takk. Takk fyrir þetta. Hérna er hönd á lofti, hérna alveg fremst. Þetta er mikið hlaup fyrir þig, Guðjón minn. Signý Sigurðardóttir heiti ég og mig langar að þakka Heiðrúnu og samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi fyrir þessa fundi. Mér finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli og bara er rosalega ánægð með ykkur og vil þakka líka fyrir frummælendum fyrir erindin hér og mig langar til að skilja bara eftir eina spurningu. Hvernig komið þið þessum skilaboðum sem þið eru með hérna í dag út til okkar í samfélaginu? Ég er orðin svo þreytt á þessum ófriði sjávarútveg og ég þrái frið sjávarútveg þannig við getum verið að tala aðra hluti þegar að kemur að kosningum. Þetta er gríðarlega mikilvæg atvinnugrein og ég skora á ykkur að hugsa það. Hvernig komið þið þessum hlutum út til okkar allra? Takk. Já, þarna er maður. Herra þakkir. Ragnar Árnason, Háskóla Íslands. Mér langar til að þakka frummælendum fyrir mjög góð erindi. Það væri mjög margt sem ég myndi vilja spyrja eða benda á en það er kannski ekki tök á því á 1 mínútu. En mér langar til að leggja hans út af því sem Heiðrún Lind sagði. Einn af þeim þáttum sem hún taldi nauðsynlegan til þess að sjávarútvegur skilaði eins miklu til samfélagsins eins og unnt væri
það sem hún kallaði virkt eftirlit. Og ég tek undir þetta. Hver og einn innan sjávarútvegs hefur ákveðna tilhneigingu og haga því að stíga út fyrir þær línur sem hafa verið lagðar, þó að það vinni gegn hagsmunum heildarinnar. Spurningin bara svo, hvernig hefur við komið þessu virka eftirliti fyrir? Við höfum haft það þannig á Íslandi að hið opinbera hefur sinnt þessu virka eftirliti, en það eru sterk rök sem benda í þá átt að það væri kannski réttasta hagsmunaaðilarnir sjálfir, þeir beinustu, sjávarútvegsgreinarnar, stundu þetta eftirlit sjálfar og bæði hefði eftirlit með sínum félagsmönnum og stunduðu nauðsynlegar rannsóknir. Þannig að þessar opinberu stofnanir sem eru sinnað þessu núna með tilteknum árangur og tilteknum kostnaði, það verður kannski aukin hagkvæmni því að sjávarútvegurinn tæki sér verkefni einfaldlega að sér. Ef Heiðrún vildi kannski aðeins kommentera á þessa hugmynd. Kæra þakki. Takk fyrir þetta. Já, gjörðu svo vel þarna. Já, komið þið sæl. Bolli Héðinsson heiti ég, áhugamaður í sjávarútveg. Það er tvennt sem að ég staldraði við í því sem að þau sögðu sem að eru frummælendur hér. Það er í fyrsta lagi það sem að Heiðrún Lind sagði að sjávarútvegurinn er reiðubúinn að borga auðlindagjald. Hann er reiðubúinn að borga það gjald sem að það kostar þjóðinni það að fá afnot af þessari auðlind sem er í eigu þjóðarinnar. En það er dálítið sérstakt sko að vilja hins vegar að stjórnmálamenn ákveði þetta frá ári til árs, að það sé heppilegra fyrirkomulag, að þetta sé ákveði frá ári til árs með bara í fjárlögum eða með þeim hætti sem að það er gert í dag, í stað þess til dæmis að nota markaðskerfi. Og ég hélt svona að almennt væri sjávarútvegurinn hlynntur mörkuðum, en í þessu eina tilviki þá vilja þið frekar fela þetta verkefni stjórnmálamönnum sem er rauninni dálítið sérstakt. Nú aðeins það sem hann Pétur var að segja einmitt mikilvægi, og ég held við erum öll saman mikilvægi þess að hér sé stefnufesta og það sé, þeir þurfi ekki að búa við, sjávarútvegurinn þurfi ekki að búa við einhverja kollsteypur frá ári til árs. Það er auðvitað mjög mikilvægt. En Sveinn benti okkur til dæmis á það hversu mikilvægt það er að fyrirtæki í greininni bjóði ekki upp á umræðu og umfjöllun og meðhöndlun á sjávarútvegi þannig að það orki tímælis. Nú mér auðvitað sko við þekkjum öll náttúrulega það sem er að gerast í Namibíu. Við horfum á það hvernig fyrirtæki er að taka yfir Eimskipafélagið, hvernig fyrirtæki í sjávarútvegi er að fjárfesta hér í íbúðum í Reykjavík, er að eignast fyrirtæki í smásölu og bensíndreifingu og guð má vita hverju. Sko þetta ekki dálítið að bjóða upp á þessa umræðu og þennan ófrið? Hvar hafa sjávarútvegsfyrirtækin komið til móts við í rauninni þessa umræðu með því að sýna á sér sína lit í aðra veru? Takk fyrir. Já, takk fyrir, segir ég. Það var komið tími til að það var einhver smá æsingur í þessu. Þetta er allt og friðsamlegt. Er enga fleiri hendur á lofti? Já, þá bara skiptum við yfir í pallborðið og við kannski byrjum á því sem að kannski svona var beint til frummælenda. Pétur, Jóhannes var að... Ég bara, spurningi var hver með beinreinsununa, spurningin sjálf, hvað? Spurningin var til þín, ég var að segja að það væri gert mikið í iðnaðinum og við varum komnir með þessa beinreinsun, við varum komnir með svo kallað heilt flagg. Já. Og það er náttúrulega, eru fréttir, ég veit það, við hefum ekki þegar auðvitað komið að þetta. Nei, ég er mjög veikur fyrir öllu nýjungum, þannig að ég kemur örugglega að skoða þetta þér, sko. Það var bara þess vegna sem ég beindi til þín, ég vissi það að þú myndir hafa og var afböðin að tala við þig. Ég gerði það. Takk.
Já, og það kannski líka það sem að Guðmundur Helgi nefnir, sem er auðvitað umfjöllunarefni sem var á fyrsta fundinum varðandi verð á afla í löndum. Já, ég skal aðeins, hann veit hann Guðmundur, ég er ekki í uppsjávarhlutanum, því miður, en að bera saman verð upp úr skipi í Noregi eða verð upp úr skipi á Íslandi er bara ekkert sami hluturinn, sko. Það fyrirkomulega bara þannig og þó við séum ekki alveg búin að kortleggja hvar styrkur kemur til norskra fiskvinnsla, að þá vitum við það að þessi farma sem við nefnum, þá heitir þetta 80% af hráefnis, 80% hráefniskostnaður og sú vinnsla ber sig aldrei. Á Íslandi er samkomulag við sjómönnum að þriðjungur af vegna hvað þetta hátt fjárfestingarstig í vinnslánum á Íslandi, að þá 33%. Guðmundur veist þetta allt saman. En þetta ekkert að það bera það saman. Sko, makríll á þessum tíma á þessu svæði með makríll á öðru svæði ekki sami hluturinn. Ég get sagt þér það varandi, við erum með að reyna að kaupa fisk frá Noregi í bólfiski, það hefur okkur aldrei tekist, af því að okkar fiskvinnslu ná ekki að borga það verð. Á sama tíma og við mætum þessar sömu afurðum unnar í Noregi í mörkuðunum, sérstaklega saltfiskmörkunum, á lægra verði heldur við erum að selja. Og þetta eitthvað stórt gat sem við höfum ekki náð að teikna, en einhvers staðar kemur afl inn í Noreg sem gerir þeim kleift að borga þetta hátt til skipsins, og svo önnur umræða, það hversu hátt hlutfall af verðinu fer til sjómanna. Þannig að þetta er mjög villandi að setja upp með þessum hætti. Og en ég veist að ég er ekki besti maður til að skýra þetta, en það er betri því. Þá kannski komum við að einu sem var beint að þér, Heiðrún, þegar mér finnst þessi umræða verandi ekki innherji í þessar atvinnugrein. Mér finnst þessi umræða áhugaverð og þess virði að skýra hana. Og það er væntanlega eitthvað sem er nauðsynlegt að gera, af því að svona framsetningar þegar það koma fram ólíkar lýsingar á sama hlutnum, og fyrir þá sem ekki þekkja til, þá ekki hægt að segja þeim bara að trúa öðrum en treysta ekki hinnum, heldur það þarf að reyna einhvern veginn að ýta undir skilning. Og hún Signý komið mitt inn á það áðan, varðandi hvað hægt að gera til þess að koma þessum upplýsingum og skilningi á framfæri til þess að draga úr togstreitu og tortryggni. Ég held einmitt þetta kannski af sama meiði, hluti af lausninni liggur vonandi í auknu gagnsæi, auknu samtali, en þetta að vissuleyti kjaramál líka. Við höfum oft sinnis rætt þetta við Guðmundur og maður hefur rætt þetta við sjómenn allavega á þeim 4 árum sem ég fór í gegnum og byrjaði nú eiginlega korter í verkfall fyrir tæpum 4 árum síðan, ekki ánægjuleg byrjun, vonandi ekki mér að kenna. En sko, mér finnst við líka, þetta aðeins flókið að setja þetta fram, og ég sagði það líka á gagnsæisfundinum. Ég vona að við getum komið frá okkur greiningu á næstunni á mannamáli, hvernig þessum hlutum háttað. Mér finnst það mikilvægt. En við þurfum líka að ræða okkur hvernig skiptum við þessari köku. Pétur kemur aðeins inn á þetta, en hvað makrílinn áhrærir. Ef að við fáum 100 kall fyrir makrílinn og normenn fá 120 kall, sem svona cirka bát í afurðaverði, þeir fá 20% hærra en við, sveiflast aðeins á milli ára. Hvernig ætlum við að skipta þessum 100 kalli? Í Noregi því skipt þannig að til skips fer 80-90%. Eftir stendur þá 10% sem á að fara til vinslunar. Og normenn hafa sjálfur sagt, og þetta kemur fram í þeirra skýslum sem stjórnvöld, PricewaterhouseCoopers og aðrir hafa sagt þegar þeir eru að skoða hvernig getum við gert betur í okkar kerfi. Við verðum að auka verðmætasköpun. Það engin verðmætasköpun í vinslu eða lítil í Noregi. Og það vandamál að þeir telja, og þeir hafa þar horft til Íslands í því hvernig þeir geta fundið lausn á þessu. Þannig að mér finnst umræðan í raun þetta snúast eiga á að fara til skips meira af þessum 100 kalli, og þá hvaðan á að taka það? Á að taka það af landvinnslu. Ég ekki viss að landverkafólki þar þið sérstaklega ánægt. Festa í störfum í landvinnslu í Noregi myndi nú ekki vera eitthvað sem við viljum stefna að, því miður. Afkoma í landvinnslu í Noregi slæm, ríkisstyrkt landvinnsla. Þetta staður sem við hyggjumst ekki fara á,
og ég vona að við höfum í öllum þessum árum sem að liðin frá setningu kvótakerfis og samþættingu veiða og vinnslu, að við höfum í það minnst að átta okkur á að þetta ekki staður sem að við viljum hverfa aftur til, að skera í sundur þessa keðju og lenda þá í þessum málum. Ég vona að þetta hafi ekki verið of langt mál þetta, en þetta að hluta til kjaramál líka sem að við þurfum líka þá að tala við sjómenn, bæði við borð ríkisáttasemjara og svo þetta samtal sem að getur bara aukið gagnsæið í þessu. Þarna ekkert að fela, en kerfin einfaldlega ólík og þetta kannski flókið að útskýra, og ég tek bara undir það, og það að hluta til væntanlega ástæða fyrir vantraustinu og á því verðum við að vinna. Já, mér langar aðeins að varði orðans bolla uppbós, okkur ekki bara láti markaðurinn ráða, þetta svona saklaus setningu algjörlega uppstokkun á kerfinu. Ég lýsti hvernig við ákvæðum að sjómenn ákvæðu það að tengja saman veiðar og vinnslu löngu fyrir þetta kvótakerfið, og það var til þess að hafa festu í sínum málum, að bjóða upp reglulega starfsemi fyrirtækjana og bera það sama eitthvað markaðsstarfi í sölu afurða náttúrulega bara alveg galið, því að uppboðskerfin og þú ert að keppa, ef þú ekki nærði að þá ertu bara farin, þá gerur ekki neitt. Þetta upphafið að starfseminni, forsenda fjárfestingana og að setja það á eitthvað svona uppboð, það þetta sem maður kalla bara hreinar kollsteypur. Þannig að ég meina það, útboð á veiðiheimildum er kollsteypa á kerfinu. Og það það sem þessi fyrirtæki byggðu upp, fjárfest til áratuga til þess að nýta veiðiheimildir. Og að setja það á uppboð ekki hægt að bera sama við eitthvað markastarf á fiski sem það alveg galið. Fyrst að komið þangað, þá væri ágætt að heyra frá bæði ykkur Sveinn og Ásdís, varðandi kannski það sem hann kom inn á bolli, annars vegar áhrif kannski fyrirkomulagsins í samanburði við fyrir sjáanleikans, hvort skiptir meira máli að vera með rétt fyrirkomulag eða algjöran fyrir sjáanleika. Það hluta umræðunni og svo þetta kannski sem bolli nefnir varðandi þátt sjávarútvegsins í öðrum atvinnugreinum og þess að það. Kannski bara fjalla það. Hvað gerir ég? Nei, þú þarft ekki að gera neitt, bara að tala. Nú að tala bara. Já, akkurat, maður getur gert það. Uppboðsleiðir hafa verið til umræðu mjög lengi, allt frá því að auðlindanefnd tók þær fyrir 20 árum og það hefur sýnst sitt hverjum það Ég hef alltaf velt fyrir mér einu hlut sem að kannski mitt innlegg í þessa umræðu, að það einfaldlega að segja hvers konar uppboð erum við að tala um. Erum við að tala um uppboðskerfi þar sem við myndum vera með einn markað fyrir uppboðsheimildir fyrir allt landið. Og þá myndi það væntanlega þýða að fjársterkir aðilar myndu kaupa aflaheimildir og hinir myndu sitja eftir. Og þá hefur mér skilist á fólki sem hefur rætt þetta að það væri eiginlega ekki mögulegt, heldur þyrfti þá að hafa einhvers konar flokka. Og það þá kannski að hafa flokk eftir, við getum ímyndað okkur eftir stærð báta, það geti verið flokkur eftir veiðarfærum, það geti verið flokkur eftir landshlutum. Og því meira sem að fólk hefur talað við mig þetta og ég hef verið að ræða við fólk mjög lengi þetta mál, að þá hefur mér eiginlega sýnst að þegar fólk fer að hugsa kvótakerfi og uppboðsleiðina, að þá tilhneigingin sú að við endum í einhvers konar mjög þröngum flokkum. Og þá erum við komin í eiginlega átt að nokkurs konar úthlutun, þar sem við erum búin að fjarlægja mjög mikið hugmyndina með uppboði. Þess vegna hef ég sjálfur ekki verið mjög hrifinn af þessari uppboðshugmynd, því ég held að hún sé, ef það er einn markaður fyrir alla, þá munur leiða til þess að fjársterkar útgerðir munu kaupa kvótann. Ef það verða girðingar, þá er spurningin hvernig eiga þær girðingar að vera og hver á að ákveða þær. Eru þær síðan fastar alla eilíft?
Það eru svo mörg álitamál sem mér finnst verðandi fyrirkomulega uppbóðana áður en við förum að hugsa nokkuð fyrirsjáanleikann. Þannig að þess vegna hef ég svona haft svona pínulítið horn í síðu þessar aðferðar. Það er alveg rétt, fyrirsjáanleikin náttúrulega minni ef til dæmis, ef við ímyndum okkur að við séum að það eigi sér stað loðnubrestur sem að eitt fyrirtæki hefur kannski stundamikla veiðar á loðnu, þar með kannski grundvöllunum keypt undan því að fyrirtæki geti keypt aflaheimildir árið eftir. Hvernig ætlum við að mæta slíkum sveiflum í náttúrulegu umhverfi sjávarútvegs? Það liggur ekki fyrir. Þannig að það er töluverður ófyrirsjáanleiki í uppboðsleiðinni sem að getur dregið úr langtíma hugsun í greininni. Mér finnst þess vegna mjög brýnt að við byrjum á því að velta fyrir okkur hvernig myndum við vilja hafa uppboðin áður en það væri svona miklu betri leið, finnst mér. Það er svona mitt innlegg í þetta. Já, ég vil kannski nálgast þetta út frá fyrirsjáleikanum, bara heilt yfir líka fyrir atvinnugreinarnar í heild. Að þá skiptir auðvitað máli að það sé fyrirsjáleiki bæði eins og Heiðrún og við höfum Sveinn kom líka inn á og aðrir hér varðandi fjárfestingar, að atvinnulífið sé reiðubúið að ráðast í fjárfestingar, að það sé þá þessi fyrirsjáleiki og þá skiptir líka máli hvað varðar skattkerfið okkar, að það sé fyrirsjáleiki í skattkerfinu okkar. Sjávarútvegurinn ekki eina atvinnugrein sem hefur þurft að vera, að greiða sér skatta, ef svo má segja. Og ég tala veiðigjaldið. Við erum líka að horfa á bankakerfið. Bankakerfið að greiða sér skatta á fjármálakerfið. Þessi svokallegi bankaskattur, sérstakur fjársýsluskattur og almennu fjársýsluskattur. Sem og það nánast á hverju einasta ári til umræðu hvort það eigi að fara að skattleggja ferðaþjónustuna enn meira. Okkur hættir svolítið til að alltaf þegar það gengur vel að þá förum við svolítið að ræða hvort það sé ekki alveg örugglega hægt að skattleggja þessa grein meira heldur en verið hefur. Það sem ég held að sé mjög mikilvægt og kannski einhver leyti eitthvað sem að Signý kom inn á hér áðan að hvernig náum við að koma þessari umræðu sem eiga sér hér stað út í samfélagið, út af því að ég held ég tala samkeppnishæfni í nánast hverju einasta erindi sem ég held og jafnframt skattkerfið okkar að það skiptir svo miklu máli að við séum samkeppnishæf og mér finnst það alltaf oft vanta í umræðinu til að mynda þegar við erum í þessari kjaradeilu þá nánast aldrei verið að ræða hvaða áhrif hefur þetta á samkeppnishæfni útflutningsgrein okkar, hvaða áhrif hefur þetta á samkeppnishæfni atvinnulífsins. Horfum til dæmis til Norðurlandana, þar eru það útflutningsgreinar sem gefa merkið hvert svigrúmið til launahækkana. Hér erum við ekkert að hugsa það, við erum bara að hugsa hvað næsta atvinnugrein næsti maður að fá í launahækkanir. Þannig ég held að við þurfum að eiga í auknum mæli samtal auðvitað mikilvægi útflutningsgreina, mikilvægi þess og þannig samkeppnishæfninar og þannig held ég líka við séum auðvitað að ræða fyrirsjáleikan, stöðuleika og svo framvegis. Já, mér langar þá til að beina kannski umræðinni inn í, Svanfríður náttúrulega komst ekki hérna vegna veðurs en ég gat nú séð glærurnar og eitt af því sem ég túlkaði svona þeim að hún meðal annars að velta fyrir sér áhrifum hagræðingar og aukinnar hagkvæmni í sjávarútvegi á byggðirnar sem eru grundvallaðar á þessari starfsemi. Það fækkar störfum og höndum sem þarf og þetta felur í sér sem sagt ákveðna ógn fyrir samfélögin. Og spurningin kannski þá sem kemur frá mér en kannski svolítið svona inspireruð af því sem ég held að hún hafi ætlað að tala sko, hvaða ábyrgð þeir sem að fara með sko, réttindin til þess að veiða í auðlindinni, hvaða ábyrgð þeir hafi umfram það að skila hagnaði, hvaða ábyrgð þeir hafi gagnvart sínum sveitafélögum og þess áttar og hvernig hægt að finna gullna jafnvægi þar á milli og kannski hvernig finnst ykkur ástand þessara mála sem situr hér í pallborðinu? Og ég byrja. Gjör svo. Velrekinn sjávarútvegur, hann skilar hagnaði og hann skilar góðum launum og ég held að það séu kappsmál allra að við höfum það þannig. En vitaskuld getum við ímyndað okkur að
fólk sé að velta fyrir sér hvað gerist ef kvóti færist milli staða, hvað gerist ef að fyrirtæki hættir vinnslu á einhverjum ákveðnum svæðum. Og ég held að drifkraftur í hugsun fyrirtækja í sjávarútvegi eins og í öðrum atvinnugreinum sé yfirleitt sá að ákvarðanir staðsetningu veiða og vinnslu eru náttúrulega teknar með tilliti til hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins. Það eru tveir hlutir sem mér finnst við megum ekki gleyma. Í fyrsta lagi að það ekki sama að segja að afli sé landað á ákveðnum stað og hann sé unninn á sama stað. Þannig að segja að binda afla, að binda kvóta við ákveðnar hafnir, þýðir ekki að aflanum hann sé unninn þar. Og ég man að fyrir nokkrum árum þá var ég að kíkja aðeins á samband á milli veiða annars vegar og íbúaþróunar hins vegar og samband á milli vinnslu annars vegar og íbúaþróunar hins vegar. Það var sterkara samhengi á milli vinnslu og íbúaþróunar heldur hann á milli veiða og íbúaþróunar sem kom ekki á óvart. Hinn hluturinn þessi að ef við ætlum að til dæmis að þegar fyrirtæki að velja sér staðsetningu fyrir sína starfsemi þá það byggt á hagnaðarsjónarmiðum gerir ég ráð fyrir langoftast. Ef við þvingum fyrirtæki til þess að víkja frá því og koma sér fyrir það sem minni hagnaður og þar af leiðandi kannski lægri laun líka sem að fyrirtækin geta boðið, þá ein hætta sem mér finnst blasa við og hún þessi. Líklegt að fólk vilji vinna í atvinnugrein þar sem laun eru lág? Ef að fyrirtæki þvingað til þess að vera með sína staðsetningu á svæði þar sem óhentugt fyrir fyrirtækið að vera og laun eru lág, þá getum við raunverulega dæmt viðkomandi sveitarfélög í láglaunagildru. Og ég held að það sé ekki endilega það sem við viljum. Ég held einnig að það sé hætta á að við slíkar aðstæður að þá sé töluvert mikil starfsmannavelta. Mér hefur skilist að einn helsti auður sem hvert sjávarútvegsfyrirtæki býr yfir í landvinnslu sé starfsfólkið. Gott starfsfólk verður ekki gripið af götunni og þar af leiðandi þá skiptir miklu máli að það sé starfandi hjá fyrirtækjunum fólk sem að þekkir og kann vel til verka. Og það þetta sem gæti tapast líka. Mannauðurinn innan fyrirtækjana hann gæti minnkað vegna þess að launin væru lægri heldur en ella. Þannig að mér finnst við líka þurfa að hugsa þennan vinkil. Það ekki nóg að segja að það að færa fyrirtækin út í sveitarfélögin, út á landsbyggðina. Það verður líka að velta fyrir sér hvers konar stöðu myndu fyrirtækin vera þar. Fyrirtæki ekki að færa sig milli staða bara því að þau telja að það eru ákveðin hagrænar ástæður fyrir því hvar fyrirtæki velja sér að vera með atvinnustarfsemi. Og ég held að við megum ekki loka augunum fyrir því hvaða áhrif það getur haft ef við þvingum fyrirtæki til þess að velja sér aðra staðsetningu. Ég ekki viss að það væri mjög heppilegt til lengri tíma litið fyrir viðkomandi byggðarlög. Þess vegna held ég að það væri betra að leyfa atvinnugreininni að blómstra, nota peningana sem við höfum í skatthyggjur af atvinnugreininni til þess að ýta undir atvinnulíf annar staðar, hugsanlega í sjávarútvegi og hugsanlega í öðrum greinum. Já, ég get ekki undir margt að þessu og ef við horfum á hvernig hefur kvótinn færst á milli landshluta undanfarna áratugi, þá það raunlega þannig að uppsjávarhlutinn, hann allir komin austur. Akkur skyldi það vera? Það að því að það næst miðunum. Meðan að rækjan var hér, þá fór hún norður. Við suðurströndina humarinn og kolinn, af því að þær eru miðin. Og síðan dregst þorskur nær flutningssvæðinu Suðvesturland, sem að heita flugvélar og skip. Þessu til viðbótar ef menn stækka í huganum sveitarfélögin, ég hef alltaf sagt að það sé svolítið lykill að svona hugafærsbreytingunni, að setur hring utan stærri sveitarfélög, þá rauninni ótrúlega lítil breyting milli landshluta. Og eins og Heiður var að segja áðan að það sem kannski vantar upp á þetta virki alveg upp á 10, það eru samgöngunar, enga veginn og góðar milli landslutana og ekki heldur á milli litli sveitarfélaga. Það verður alltaf píldið töðan á mér þegar að hvort það í skáldsögum eða þegar maður segja að kvótinn hann fór úr Keflavík.
Ég sennilega eini Grindvíkingur sem hefur talað fyrir sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum. Sveitarfélagið Suðurnes með 25.000 manns hefur öll atvinnutæki og ef það væri þannig þá myndi engin veltaði fyrir sig hvort að kvótinn færi úr Keflavík því hann fór til Sandgerðis og Grindavíkur. Þannig þetta er svona ég held að mér finnst þróunin hafi bara verið ótrúlega góð í ótrúlega erfiðum aðstæðum og erfiðum ákvörðum sem menn hafa þetta að taka. Kannski ég mætti aðeins skjóta inn í þetta líka, sko, maður vil alls ekki gera lítið úr sársauka sem það veldur þegar það verður samþjöppun og líka bara þegar það verður framþróun í atvinnugrein. Að það er fækkun starfa vegna tækni framfara. Það eru færri hendur sem þurfa að meðhöndla fiskinn í dag heldur en var fyrir 10-20 árum. En þegar við skoðum bara til dæmis frá aldamótum, þá finnst mér athyglisvert að ef við skoðum út frá landshlutum einmitt, að þá hafa aflaheimildir ekki verið að færast í verulegum mæli á milli landshluta, en við sjáum hins vegar að aflaheimildir hafa minnkað á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi. Þetta eru þeir staðir þar sem að 2 stærstu fyrirtæki í sjávarútvegi eru staðsett. Hins vegar hefur aflaheimildir hafa verið að aukast Vestmannaeyjum, Vestfjörðum, Austurlandi, auðvitað uppsjávarútgerðir, Suðurnesjum töluvert og Snæfellsnesi. Allir þessi landshlutar sjá aukningu á meðan að það fer niður á höfuðborgarsvæðinu og Norðurlandi. Þetta er ekki svona kannski samræmi við það sem að skynjun fólks er að þessi 2 stóru fyrirtæki eða stærstu fyrirtækin sé að soga til sín aflaheimildir. En mér finnst lykillinn að þessu vera líka bara samþjöppunin, jú, í henni felst sársauki, en í henni felst líka það að við erum með öruggstörf, velunnustörf, störf allt árið kring í sjávarútvegi, allt í kringum landið. Og svona gróf nálgun mín á þetta er að í hverjum einasta landshluta eru 3-4 mjög öflug sjávarútvegsfyrirtæki. Og ég tel að við getum verið nokkuð stolt af því að þannig sé staðan. Og þá þarf auðvitað líka að passa upp á það að fólk geti sótt vinnu á þessum svæðum til þeirra staða sem að þá hafa þessa starfsemi. Og þar koma aftur inn innviðirnir. Þannig að þetta helst allt í hendur og mér finnst það mikilvægt. Við stundum sjáum við glasið alltaf hálftómt í staðinn fyrir að glasið sé hálffullt. Það er ástæðar, sko, sjávarútvegur er ennþá öflugasta atvinnugrein á landsbyggðinni og ég vona svo sannarlega að hún verði það ár og áratuga skeið og alla framtíð. Mér langar reyndar að fá komin einum punkti viðbót út frá þessari varðandi auðlindagjaldi af því þetta er auðvitað alltaf í umræðunni. Hvernig á gjaldtakan að vera og umræðan þetta markaðskerfi sem að menn vilja kalla svo. Mér finnst mikilvægt að það eru 2 þættir í því. Þetta er ekki markaðslögmál sem slíkt. Fyrsta lagi þarf að innkalla einhvern kvóta til þess að geta úthlutað honum aftur. Þannig að það þarf að taka af aðilum aflaheimildir til þess að geta úthlutað þeim síðan aftur. Það er fyrsti þröskuldurinn erfið sem þarf að yfirstíga og seinni þröskuldurinn er síðan hvernig ætlum við að haga þessum útboðum og verða það í raun einhver markaðsleið þegar upp er staðið. En mér langar að lesa stuttlega upp úr sem er áhugaverð skýrsla og oft fennist nú yfir skýrslu sem að gefnar út, þessi var gefin út 2010 sem er greinagerð Adamás Kristóferssonar þegar að auðlindanefnd, reyndar hafa þær verið margar í sjávarútvegi en stjórnvöld skipuð auðlindanefnd sem Guðbjartur Hannesson fór fyrir. Og þar segir hann í samantekt sinni, ég ætla nú ekki að lesa alla skýrsluna þó svo ég mjög svo vildi, þar segir hann aflamarkskerfið hefur skapað mikil verðmæti gegnum hagræðingu og verðmætar afurðir. Stærstu hlutdeildarinnar í heildaraflamarki, varanlegu veiðiheimildana, hefur skipt eigendur síðan kerfinu var komið á. Sá umfram hagnaður sem aflamarkskerfi skapaði hefur því verið fjarlægður að mestu úr fyrirtækjum með sölu aflaheimildana. Nýir eigendur aflaheimilda hagnast ekki meira en eðlilegt er miðað við áhættuna í rekstri útgerðarfyrirtækja. Þetta takmarkar mjög tækifæri ríkisins til að auka gjaldtöku á útgerðinni án þess að það feli í sér eignaupptöku og hafi veruleg neikvæð áhrif á rekstrarskilyrði hennar. Fyrning aflaheimilda, sem sagt á innköllun til þess að geta úthlutað aftur, felur í sér mjög mikil neikvæð áhrif bæði á efnahag og rekstur útgerðarfyrirtækja. Það sem að óathuguðu máli gæti litið út fyrir að vera óveruleg fyrning hefur í raun afar mikil neikvæð áhrif enda er verið að svipta útgerðarfyrirtækin lykil eignum með varanlegum hætti. Niðurstöðu þessara greinagerðar benda til þess að línuleg fyrning umfram 0,5% á ári mundi þurrka og tagnað útgerðarnar. Fyrning umfram það er líklega til þess að valda viðvarandi taprekstri. Slík lág fyrning mun einnig draga verulega úr eigið fé útgerðarfyrirtækjanna. Samkvæmt þessari greiningu myndi 1% línuleg fyrning á ári eyða að fullu eigið fé útgerðarnar.
Mér finnst þetta svona dálítið summera upp hver áhrif þessara tillögu eru. En ég ekki að gera lítið úr umræðinni. Ég meina, nýting auðlinda í eðli sínu og hvernig við eigum að gera það pólitískt mál og við munum alltaf hafa því skoðun. Við skulum ekki halda það að við náum einhverju sátt í sjávarútvegi þar sem allir hætta að ræða það hvernig gjaldtöku verður best fyrir komið eða skipulaginu verður best fyrir komið. En við verðum þá að ræða þetta og ég vona að svona fundir sem að verður vonandi meira séu til þess aðeins að lyfta þessar umræðu, gera hana dýpri og við skiljum öll hvað er verið að tala. Þannig að eitthvað sem segir bara, já þetta bara við ætlum bara að taka 1% á ári. Það hljómar lítið, en það hefur í raun verulega neikvæð áhrif. Við verðum alltaf að hugsa áhrifin þegar við erum að tala að umbylta kerfinu eða breyta kerfinu. Já, ég tek algjörlega undir það sem hefur komið inn á framvarðandi svona hlutverk ríkisins og ég held að það sé nefnilega málið að hlutverk ríkisins ekki að ákveða hvar fyrirtækin eða vera staðsett á landinu, heldur auðvitað fyrst og fremst að tryggja aftur samkeppnishæft rekstrarumhverfi og sterka innviði. Vegna þess að ef við höfum auðvitað þessa sterku innviði og samkeppnishæft umhverfi að þá munu hér vaksa og dafna blómlegt atvinnulíf sem mun auðvitað sjálfsögðu líka dreifið sér í landið. Vegna þess að það auðvitað myndi aldrei gerast þannig að það yrði svo samþjöppun að það myndi allt eiga sér stað hér á að allir verði staðsettir hér á höfuðborgarsvæðinu. Og kannski þessu tengdu að þá auðvitað erum við með þessar auðlindagreinar sem eru einmitt að dreifa sér landið og horfum á ferðaþjónustuna. Hún auðvitað líka að dreifa sér og hefur sannarlega breytt miklu fyrir okkur líka að ferðast til landið að sjá hvernig svona sterkar og öflugar ferðaþjónustu fyrirtæki hafa verið að byggjast hér upp. En auðvitað áskorun framöndar í greininni og samþjöppun og það verður auðvitað bara framöndan talsverðar breytingar en ég tel aftur að það sé alls ekki hlutverk stjórnvalda að skipta sér af einhverju slíku heldur frekar þá að tryggja að hér búum við samkeppnishæf rekstrarskilyrði. Viljið þið bæta einhverju við hérna? Þetta nú kannski farið að verða svona ágætt. Ég var að hugsa það áðan. Ég held að ég hef nú farið á marga fundi með ævina en ég held ég hef aldrei farið á funda sem hóstað eins lítið. Ég er mjög hraust fólk. Já, ég kannski bara loka þessu mjög stuttlega. Mér finnst þetta hafi verið mjög góður fundur. Það þetta synd að Svanfríður hafi ekki verið hér með og ég vona nú að við finnum snertifleti síðar með henni. En mér langar líka aðeins að því ég að segja við erum ekki bara að segja stjórnvöld þurfa að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Það eru engin atvinnugrein fullkomin. Við þurfum alltaf að leita leiða til að gera betur og fyrirtækin eru þar svo sannarlega ekki undan skilin. Og mér finnst áhugavert sérstaklega þetta sem að Sveinn sagði að framferði fyrirtækja megi ekki vera þannig að það ýti undir rótleysi í stefnu. Og ég held að í þessum orðum geti falist ákveðin vísdómur og eitthvað sem að við getum klárlega tekið til okkar og ég vona að þessi vinna okkar í því að auka samtalið og síðan vonandi að setja okkur stefnu í samfélagsábyrgð að það sé innlegg okkar frekara inn í þennan þanga. Þá látum við þessu lokið. Þökkum öllum sem að komu hingað í dag. Við verðum með fund aftur næsta miðvikudag nema það verði harðbannað og þökkum öllum þeim sem að fylgdust með á netinu. Hlökkum til að sjá okkur næst og fundinu með slitið. Thank you.